Það var lækkið niður í þessu bara að því að við þetta leikurinn geðveikt Dr. Fútból heilsar ykkur Dogzone á öðrum degi jóla og við erum hér mættir, ég ætla að setja niður og sjá flott, þarna getum við byrjað ekki, maður sjá, Gilsari Sittiti kemur þarna á chatinu Sigurds segir sætiti herru, Nafli, velkomin Takk að fyrir hvað segir litli maður með stóra hjartað? Hann er alltaf bestur Það ekki? Jó Já, svo hliðin á honum hinn eini sanni Grassi, maður sem flúði Ísland fyrir Baltikið. Hvernig er Baltikið? Upp á 10. Upp á 10, settum mækinn nálægt þér og tölum hátt og skýrt. Góð jól. Frábær Já. jól. Nú verður bara að vera betri í dag, ætlum að hafa gaman í dag og njóta þess að vera saman. Heldur betur. Minni á chatið og eins og Gilsar minnir alltaf á, þá er mikilvægt að menn læki vídjóin, svo sem flestir sjá þetta. Læka vídjón, láta alla vita. ég var að læka, ég var að negla okkur upp í 10 læk núna Já. ég var til að sjá þetta sprengjast upp í svona 100 í kvelli Sko Gilsarinn, þú sagði einhvern veginn í viðtali að jólin snúist góðan mat og enn betra kynlíf. Hvernig voru þessi jól hjá þér? þau hafa verið alveg blöyt Blöyt, ok. alltaf vera að bjóða mér í eitthvað kjaftaði Já. þannig að ég er bara búin að vera Hvort er Fá mér eitthvað að bjóða Hvort er og- búin betra maturinn eða kynlífið? ég sett á par Já, það er það er mikið að góða mat og þetta er bara búið að vera alltaf á 10 allt upp á 10. Nú að sjálfsögðu ætlum að kíkja á liðin. Þetta er auðvitað allt saman byrjaðar 1 leikur búinn. Hann fór 1-1 Manchester City og Everton 1-1. Þetta fyrir mig slefti maður því ógið Það var okkur fullt af fólki sem töpuðu fullt af peningum á því. Everton halda áfram að stríða stóru liðunum. Já. Þú er að ná núna í punkt á móti bæði, þú ert á móti Arsenal City og Chelsea. Það vitið vel gert. Við erum með fyrrum leikmann Chelsea út í bæ að horfa á Chelsea Fulham fyrir okkur og við fáum skýrslu frá honum. Við segjum ykkur ekki hvaða fyrrum Chelsea leikmaður þetta er en það er leikmaður að skoða þetta fyrir okkur. Kíkjum á byrjunarliðin, Chelsea Fulham. Svo sem, Gústi, þú þekkir þetta best. Er þetta ekki bara allt þetta bókin? Jó, ég held þessi fyrsti leikurinn hjá Jóakim Andersson eftir að hann kemur tilbaka eftir meiðsli en annars sé ég ekkert óvænt í þessu eins og þetta er. Traore, hann er meira á bekknum heldur en inn á, hann er mættur. Jimenez kemur aftur inn lið fyrir Munoz. Chelsea er held ég bara hefðbundið þar. Alveg klárt mál. Þannig séð, heilt yfir. Skoðum fleiri lið. Nú, hér er Newcastle og Aston Villa. Þetta er eiginlega skemmtilegasti leikurinn í dag. Já. YouTube shitinu Hvað sjá? Sem að Pope eru þetta ekki í markinu Dubravka stendur milli stangana Jú. Það er áhugavert Það er búið að vera í síðustu leikjum þannig. Já. Það er svo sem ekkert sem kemur þarna á óvart. Jacob Murphy verður þarna allt í öllu. Nú, Duran heldur Oli Watkins frá þessu öllu saman. Nú ef við kíkjum svo, ætlum við ekki bara Nottingham Forest á móti Tottenham. Dragosinn og Greyin sem hafa átt erfitt uppdráttar og Foster í markinu. Gústi? Já, ég meina, það er ástæða fyrir að þetta lið er búið að leka mörkum í síðustu 3 leikjum. Það er bara vörður er ekki nógu góð og Foster er ekki nógu góður á þessu leveli. Þannig að þetta ætti að vera skemmtilega leikur en þeir skora alltaf sín mörk. Við erum með frábæra fremstu 4. Já, maður sér að Blöðfans, þeir öskra eftir blöðurunum sínum, engar ágjur. Blöðurinn verður hér á eftir og með okkur í þessu öllu saman. Gilsari, þú nú hérna að bearing man. Hvað er í gangi á Manchester City? Þetta er að fara til sálfræðings Já. það er svona það er búin að æfa vel nú þarf það bara að tilla sig niður í leysibóin og spjalla Já. þeir eru kunnalega fótbolta það er bara hausinni fara gott fyllir ég myndi leysa það það er rút eitthvað Ég var eitthvað Böðin, taka nokkra með mér á Nínu eftir, ef ég geti. Og þeir eru gott að hella þess í sig. Veistu Þetta er bara að taka gott mörk. Veist, Gilsari, ég þól ekki þetta æði þitt fyrir öllum þessum böðum og svona. Það þarf einhver að fara að gera skemmtilegt baðlón. Þetta er svo leiðilegt. Þú eru að fara í skófaböðin? Já, það er ekki tónlistar. Þú eru að fara í skófaböðin, já eða nei? Já. Hvenær? Ok, Þú aldrei farið í skófaböðin? Lögði. Þú værir ekki að segja þetta. Lögði. Ok, er tónlistar? Þú værir ekki að segja tónlistar? Nei, það já. Þeir eru oft með Trúbador, Glamardor. Manstu þetta við fórum að Bláa Lóni og DJ Margir var að spila. Manstu þetta því? Skófaböðin heyrði í hverri viku. Blessaður Gilsari, hvernig ætlar að gigga hjá okkur hérna á skófaböðin? Þetta er stemningsfólk. Þannig að þarna er þetta komið. Drullar skófaböðin. Það er einu böðin sem ég nenni að fara í er GOC. En það er fyrir lengra að komna. Já, sko. Það er fyrir lengra að komna. Sko, Skylagún er alltaf slökustu böðin.
Það vantar DJ þar. Það vantar líka bara koktel, hvað getur ekki lagt bjórinn frá þér hana? Nei. Hvað eru koktelbórin? En svo er skóaböðunum, það eru kringlótt borð út allt, leggur bjórinn þar, síman, slakar aðeins á. Sipa niður nokkrum drykkjum. Þetta er að fara í böðin, við slum kíkja aðeins á seðlana hjá öllum nema Gústa. Hann á nú að vera svo best í þessu öllu saman en... Getur við skipt seðlum mínum út fyrir 22 stuðul? Ég held að það sé líklegri en þessi síðan hana. Þú ert með minnsta stöðulinni, Egill. Nei, ég er að fara í 22 nafni. Þetta er ekki flotti seðill hjá þér hérna. Ég veit alltaf það. Þannig að við byrðum að skipta um út í kvelling. Hvernig finnst þið þess? Hann er hann. Nú vorum að tala saman. Gleymiði hinum. Þessi er 100%. Ég sé ekkert klikkað. Nei, maður eldi þennan frekar. Future. Já, ég veist betur með hennan heldur hinn. Þú ert okkar besti maður í þessu. Já, er þetta ekki 100%? Ég held að Vestan vinna ekki. Það er, en sjáum hvað setur. Þetta var sáþánd og röst við vinni það? Já, ég held að það hafi fengið smá sjálfsvöld eftir hennan punkt sem þeir tók daginn. Það er álur skellur, get ég breytt í núna? Mark, hvað er Mark? Nú er það komið 1-0 og við slum sjá þetta mark. Þetta er Bruno Guimaraes á Joelinton horfir upp völlin, leita til vinstri, það er Anthony Gordon 1-1, Anthony Gordon, hægri fótur, hægri hot, boom, 1-0, takk kærlega og strákarnir fyrir norðan eru komnir yfir. Sören stendur upp og klappar, góð stemning í sófanum í dag. Heyrðu, það er mjög að gera, mjög mikið að vera, segi ég. Drengir, það er þetta fræga viðtal sem Naflinn tók við Taivo Bamus, eða hvað heitir hann? Taivo Badmus. Já. Strákar, getum við fundið þetta, strákar? Við ætlum að kíkja á þetta viðtal hérna rétt á eftir. Gilsari, þú ert á leiðinni í 50 sammæli á Ásgeiri Kolbeinsinni. Í 2500 fermetra villu. Taktu okkur aðeins í gegnum það dæmelt. Sko ég náttúrulega með 35 vídeo úr villunni, við geta vilja sína kannski smá brot úr henni. Ég tók the tour í henni. Og það var leit, sko Kolbarinn heyrði mér, ég var út undan þess að hörðu, ég held að þetta sé skemm, það er ekki svona flott villa á Tenerife. Og ég sagði, ok, bara tengdu mig við þessa konu hana, hitt hana. Okay. Labbaði í gegnum þessa villu. Það tók mig 35 mínútur og ég var að drífa mig. Að labba inn í öll herbyggi og út í garðinn og skoða alltaf 35 mín. Já, það er alveg. Hefur heyrt um það? Nei, ég hef aldrei heyrt svona áður. Ég meina, þetta fór vel í kommentakerfin að Ásgeir Kolbeinsson væri að halda upp á afmæli sitt á Tenerife. Já, virkið alltaf eru pirrarum ekki búið, sko. En það myndi bjóða virkum, það eru alveg þögn, lofaði því. Er ef að kíkja á okkar mann Naflan aðeins þess að tala við Taivo, sjáu þetta. Sjá hvað, Naflinn er huggulegur. Já, maður sjá. Já, við ætlum að fá þetta aðeins betur og fá hljóðið allt og svona, þannig að við heyrum þetta hérna. Þetta er að koma. Ekki stress. Sören, getur teikt í eitt læt fyrir Gilsa? Ekki eitt lætara fyrir Gilsa þann. Just hit the hole. That's my point. But close. So telling you, this is the most thing it's gonna be around the hole. Já, það er allavega hver mikið drullu saman. Gilsari, sett á það headphone-in. Bara að heyra. Ég er aldrei með headphone, sko. Skeina um það. Hlusta á þetta. Hlusta á Nafla minn. Þetta er geðveikt vídeó. Just hit in the hole. That's my point. But close. So telling you, this is the most thing it's gonna be around the hole. Ok, Nafli. Besti maður. Just put it in the hole, man. Nafli, hvað ætlar að segja? Það sem ég ætlaði að segja, búktið hans, það var næst hóli af þeim sem hafa slegið. Já. Og það gekk ekki betur en svo. Nei. En eins og ég segi, svo lengi sem ég sé að skemmta öðrum, þá er ég sáttur. Þetta er ekki stressnafn. Nei. Og undir pressu eitthvað, kamera, mismælir, það gleipur það? Nei, þetta er ég gána þessu. Hér er betbildirinn fyrir leik Chelsea og Fulham. Ég er að fara elda þetta í kveld. Ég er ekki búin að setja þetta upp núna. Eins gott að, maður sjá. Það er ekki búin að gerast að þessu. Nei, það er í gang. Sjáum þetta hérna. Ég segja Cole Palmer skorið, það er nú óvænt. Það er óvænt að þú víkir frá hotspillum. Já, ég er nú yfirleitt haldið mig við hotnin en svona lítur þetta út. Leikmaður skora hana.
Jóakim guld okay. Já, 2 fúlamenn fá guld. Þetta bara, þeir eru kannski gefastu í þetta. Þetta ekki heldur ólíklegt að þessi menn fái guld, það? Nei. Þetta verður áhugavert að sjá hvað gerist þarna. Voru búin að skoða Gilsara Specialinn nógu vel? Hérna Gilsara Special. Þessi er 100%, Newcastle er dottið. Og hitt lítur drullu vel út. Já. Þannig að þetta er ekki bara... Gústi var að vísa þessi til föðurhúsin á með vestam. Ég hefði að hafa eitthvað komment á hann. Já, ég meina, hann er bestur í heimi ykkur og máttu kommenta sem bara ykkur engaþólar á trúðu sem er að setja seðil. Ég vona hann svo ekki mjög samt í restina að vestam vinnin og seðlinn detti. Good Johnson er drullu segur í sportsbetting. Þetta er ættur Good Johnson með... Hann er sammálaður með vestam. Það eru 2 sokkur á mig. Já. Ég hef áhugjur af Wolves-bettina, sko. Já, það er... Já, það er eitthvað, hvernig... En gæti það ekki verið bara mega sens? Er ekki United cirka 2 af 8 útivelli í árið eða eitthvað? Jú, en unni síst 2 útileiki. Jú, vissulega. Sem fræði sigur á móti Manchester City þetta. Góða punkt. Það momentum duður okkur ekki inn í næsta leiksamt, en nú mætum við Kolk Geðvíkin. Heldur betur. Það var ekki nóg að vinna City útivelli, það var ekki það sem þurftu en sjáum hvort það... Ég bara gæla við að það var svona, það var the motivational boost sem við þurftum, sko. Sér fekkum við West to Mouth þarna á heimaðalli, sko. Svo stóð á hérna mbl.is að Ásgeir Kolbeinsson hefði boðið Róberti Vestmann. Sulla á mig eftir öðrum bjóð. Sástu það? Róberti Vestmann er boðið. En betur, hvernig getur það verið á... Það er bara fyrsti gæði sem þú býður. Getur við skoðað bara fréttin eins og hún var, Ásgeir Kolbeinsson, afmæli Tenerife. Auðvitað býðuru Róberti Vestmann. Já, heldur 50 samanlið í 2400 fermetrar á viljum. Já, sjáðu myndar á Kolbarnum, þetta er Chubby Cope. Sjáðu eitt hérna, setið þetta skjáin. Róbert Vestmann, Hjörvar Hafleðarsson, Sverrir Þór Sverrisson, allir nefndir. FM 9 blöð, gengið. Þeir eru allir settir bara eitthvað. Ég er svo gaman að þessu, við erum orðin að gang, fokkar ekki í okkur leikur. Nei, en þetta er vandræðilegt, það voru lítur að sammála því. Já, vissulega, ég hugsaði því ég sá þetta, ég sendi þetta á mig, hörðu, ákveð þú ekki á listanum? Ég er inn í þarna FM 9 blöð, gengið þarna. Það er því miður. Ok. Og líka eftir að tekið the tour. Sér búið að bæta celebrities við, eftir þessi frétt kom, þá dritaði fólk á Kolbaran og gaf hann á lestur, af hverju ég er gesturlistam. Hann alltaf þorir ekki öðru en 8 mönnum beint inn, það er búið að bæta svona 200 manns á list. Allt celebrities. Sæll. Þannig að... Þetta verður eitthvað... Það er 25 metrar laug. Já. Ég fekk að vita það því ég fór í the tour. Það er heitur pottur, það niður í vinstara meðan sjáðu svartan á grasinu. Þetta er pottur og til hægri er sána. Það er gym líka þarna bakvið, útigym. Sko, ég ætla að mæta þetta með vinið mínum, nýjum vinið mínum. Ég ætla ekki að hanga með ykkur í þessari ferð. Þú bara verður með Róberti Vestmann. Nei, ég mæti með Bjarnavinið mínum. Bjarnivinnuðin? Já, einn af mínu nýjustu bestuðin. Bjarni Ármannsson heitir hann. Shit. Við röltum hann inn í róleiturum, leifum ykkur að drekka allan daginn, svo mætum við kvöldið. Ekki Bjarni frá Jisk, Bjarni Ármanns. Sæll, félagi minn hérna, Bjarni. Sæll. Hún er búið. Já, hún er með búið. En sko, sjáðu þið Kolbarana, sjáðu þið svona, þetta er... Geðveik mynd á honum. Þetta er áður að hann er að fara í gymmi daglega, sko. Og hann er kinnar og hugulur. Já, þetta fyrir hún vel að vera með smá fytu í framann. Ekki? Sammála því. En hérna, síðan er þetta svolítið þannig, bara þeir alla sem eru að sæna þær inn. Já. Að það er öllum búið, svolítið þannig, Kolbarana stemningsmaður, ef þú ert á tenni hana, come. Já. Það er svolítið konceptið þarna, þetta er pláss við 2000 mannsana, bara mættu bara, labbaðu bönn og held í því. Herðu, kvenkins aðdándur Dóttur fútból, það eru vaknaðar, kæra jólakveður á vin minn, Hjörvar, glæsilegur í rauðarslófnum. Bíð enn spennt eftir orajakkanum sem Amorim heldur áfram að rokka leik eftir leik. Þín vinkona Cecilia. En var það ekki svolítið sem varð okkur að falli í síðasta leik að vantaði orajakkan? Já, jú. Hann var bara í einhverju Manchester-úlpu. Verður Dog Zone Overtime með United-leiknum? Nei, það verður ekki í þetta skiptið. Það er alls konar fyndin komment þarna að verið duglegir. Það vantar eitt sem vil að ég kaupi gamla Kamaru hjá gamla. Já. Ég ætla bara... Heldur góð spurning, það er bara eitthvað gæði sem ég vill ekki selja hann. Ég sá hann daginn, hann er ekkert eðlilega flottur. Gilsari, ok, powerranka 5 bestu bílar sem hún átt. Þú er nú mikill bílakall, ég held að allir viti það. Bensi náttúrulega sem að Valli Sport sett á bílasýninguna hann í hífunni. Er hann, hvað,
5 og hvað áttu marga bíla sem að fara á bílasýningu og... Engan. Nei. Ég hef aldrei átt bíl sem verið á bílasýningu og ég keyrði sérstaklega í Smáran bara til að skoða hann á sýningunni. Mástu þetta að plakka þetta með hliðunum, mástu því? Hvernig var náttúrulega litin? Kampaðins litaður. Sko það rétt, hann var kampaðins litaður. Það eina leiðin til að útskýra litin á þessum bíl. Eina vesinni, sko ég ætla að vera ekki, ég var mjög lág á gendastölu at the time og hann var afturhjóldrifinn og ég bjó í Baugakór og innkeyrslan upp bara svona 60-70 gráða halli. Ég komst aldrei í vinnuna. Komst halva leið upp, datt niður og það var ekki frábær fjárfesting, sko. Strókar, getum við farið og champagne color Benz, hvað hétt hann áttur? Hvað var þetta? ML? Ég er ekki Harry, sko, það er bara Benz. Kampaðslitaði Benz. Champagne color Hvað ég viti bara orgiðina og hvað típa þetta? Þarna er hann einhvern staðar hana. Já, þetta er einhvern veginn svona. Þarna voru við. Þarna var hann í fífunni. Þarna lék lífið. Það var kannski ekki svona flottur, ég skal þá. Þetta er skutbíl, sko, ég var ekki á skutbíl. Ok, ég ætla bara að fá þig til að keppa, ok. Bensin eða Honda Accordin sem hún keftir á 110% slán. Bensin. 100% slán og 110% slán, sko. Hvað fekk bíl og kass. Herðu, og svo, en Nissan Pathfinderinn. Það var helviti solid bíl, sko. Fjórklóðadrifin komst upp innkeysluna, ekkert vesen. Þú veist, það var oft 8 í honum á leiðinu í Bláhólið. Og ég fekk einhvernúmið þykki sem ég enda sett ekki á, nefndi ekki að taka af og með það í 5-6 ár, nefndi alltaf í trúðum og öllu bensinstöðum. Þykki! Þannig að það var þreytt. Ég set hann í annarsætti. Sko, kannski fæ mynda Pathfindernum. Ég var Guðmundsson til Pathfinder, það eru fleiri en ég sem átt góðan Pathfinder. Já, Nissan Pathfinder. Nissan Pathfinder. Finnur the path, það er konceptið. Hann finnur the path, hann finnur alltaf the path. Svona silfraður var ekki. Já, þetta er nákvæmlega. Þetta er bara þessi, nákvæmlega þessi bíl. Geðveikur Pathfinder. Kemur 12-13 mann síðan. Þetta er bara rúta. Þetta er frálur bíl, sko. Þetta er annarsætið. Ég sé það Tesluna í 3. Já. Og Honduna í 4. Ég var Toyota Corolla maður náttúrulega mjög lengi. Já, og Yarisinn, gulli. Áttur hann ekki, mamma er átt hann eða? Frá sharing. Sverða, ég manna það ekki. Car sharing. Held ég átti Yaris ekkert um hann. Það setjum hann í 5. Hann sög Yarisinn. Aldrei aftur í Yaris, það er búið. Það er búið. Það dæmi allt saman er búið. Þannig að þetta var ekki fínn listi. Já, þetta var frábær listi. Ég sakna þess að vera á kampastítuðu Benz, en það er einhvern veginn bara búið. Það var hann var bara 2 hurðar á hann. Það var alltaf að færa sætið fram, tróða þær aftur í vesinn, sko. Skilsa, ég meina spurningu fyrir þig, af því að hún er létt fyrir hinna, ég veit að þeir vita þetta. Hún farið bjórið og ert með þetta rétt. Hearts og Hibernian mættust í Skotlandi í dag og Hibernian vann 2-1. Í hvaða borg þessi lið kom bæði frá sömu borginni? Hvaða borg? Stoke. Í Skotlandi. Í Skotlandi. Ég þarf eiginlega bara að senda þessi yfir á minn besta mann Gustaf from the Future. Ég ætla að segja Edinborg. Edinborg, það er hárið. Það er Edinborg þar sem ég bjóst því ég geti svarað. Ég geti setið eins og 2 sólarhringa. Ég myndi ekki koma með svar. Ég geti svarað bílaspurningum. Vitið hver lærið í Edinborg? Persónulega vinnið þinn, Gísli Marteinn. Wow. Hann lærið þar borgarfræði. Þannig að en bara vera þar, það verið fínt. Nú, maður sjá nú mikið verið að ræða Hawk 2 hérna. Hún er frábær, hún er bara smá brekku. Gísli áttur Dodge, hvaða Dodge var það aftur? Það held ég ekki. Nei, mann ekki eftir. Dodge, það var ekki geðvitt. Já. Jú, ég átti SRT8, ég bara gleyma honum. 428 höf. Já, vá. Þú setja hann. Já, SRT8. Það var 3 eitthvað SRT8 Jeep. Steraður Jeep. Þetta er bara svo landslið, hvað tekur út? Hann er hann, vínrauði þriði hann að hægri vínrauði þessi, hann er hann. Vá. Ég líka frá þetta, sé hann. Já, Jeep. Hann er að túborga mig í gang. When pigs fly. Já. Já, sko, þetta var ekki alveg að háa því honum. Ég startaði honum í vakt allt hverju. Það er eina pyrrandur að koma á Tesla, hljóðir þarna var þetta bara það byrði alltaf svo real man. Ég startaði honum, eina vesinni við þess að rafmagnspíla. Já, vantar hljóðið, algjörlega. Gústi, upp á spillegin sem þú átt. Sem ég átt? Það er nú ekki maður. Jú, Cadillacin sem ég átt í Bandaríkjunum. Hann var geggjaður. Cadillac. Hefur átt bíl, nafni?
Nei, og ég vil jafn mikið áhuga á bílum og mínigólfi. Ég get sagt þér eitt, leið og verður hún ríkar en hún ert í dag, þá máttur þú strax fara og geða ykkur bíl. Segðu þetta núna að vera engan áhuga á bíl, leið og kassi kemur inn, bíl. Ég er með afnóta Yaris. Herðu, ég held að Herðu. Cole Palmer, 1-0. Herðu, mín 1,5 lúka vel hana. Og hérna Pekki Dotti í Bettbildurinn, green checkja. Ég ætla að vona menn af allt það. Cole, litli Palmer, búinn að koma Chelsea yfir á móti Fulham. Tjúvill er þetta vel gert, já. Vá. Sjáðu hvernig skýtur ekki henni klóðið á gæðin. Sjá hvað þetta er ekki eðlilegur leik. Þetta er ekkert heppni, sko. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Hvert fer þessi meistari næst? FTC. Hann hlýtur að fá stórt lið. Næsta lið FTC. Hann hlýtur að fá stórt lið. Sophie, fær hann ekki stórt lið, Cole Palmer. Þessi gæði, hann getur spila fyrir United. Þessi Cole Palmer góður, hann getur bara United. Ef við ekki að skoða að kaupa hann að meistara? Jó. Það kom ekki hlaupandi yfir. Við flautum og kemur hann. Er Nafli með bílpróf? Já, ég seti með honum í bíl og hann frábæða bílstjóri. Hvaðlega? Naflin hefur ekki áhuga á bílum, áhuga á jullum og bjór. Já. Sem er alveg áhuga á mál. Sem er alveg annað áhuga á mál. Hvaðlega? Það er annað game. Nú, það eru mörg að detta inn líka í Champions League. Hjöppi kom með checkmarkið þarna. Já, ég kom með mitt er klárt. Þetta er aðalega bara Grassi og Naflin sem er að hægja sig. Spjöldin detta inn yfirleitt það líður aðeins á leikina. Þeir eru með fara að þrítast og já. Hvað sér, tjekka á, já. Já, viltu allar hringi menn og skýslu? Fá skýslu, hringjum í Auðun Blöndal. Eins gott hann svari. Sjá. Hann er búin að 3-4 klukkutímar af beer í okkar bestamann. Hann er í gír. Hann er í gír, kallinn, okkar maður. Nú, skoðun á reiðhjólum er persónulega, meira fyrir peninga umslægi. Ok. Einhver ósattur sem að fekk reiðhjóli í jólugjöf og að vilja kessið. Ég elskar allir peninga í umslagi, sko. Já. Herru, hvernig bíl á Óla og Ragnar? Ég veit hvernig það bíl á. Hann á BMW. Wow. Svona klassískan, svona 91 ár gerði eitthvað. Það er svalur. Herru, við ætlum að heyra í sjálfum blöðurinn. Kemur þetta á skjáin? Maður sjá. Vá. Þannig er þetta, maður sjá, bítu, hann getur verið dóttirinn, hann er dættinn. Minn eini sanni, Auðun Blöndal. Hvað segir Auðun Blöndal? Já, við erum frábæri, hvað segir Auðun Blöndal? Hann er inn á klóstið og hann er heima núna, held ég. Fjögurgengur í Ísland. En, heilsið stráka vingi honum, þetta er Auðun Blöndal. Gamla þjóðakadrengir. Heyrðu, það er loka þáttur á morgun hjá þér. Er þetta að veðja á þetta? Er þetta að veðja á þetta? Nei, ég spurði þetta á það hvað það er að veðja á þetta. Það er ekki hægt að þetta er ekki live. Já, eðlilega. En hérna, Chelsea eru komnir yfir. Cole Palmer, er þetta ekki leikmaður? Hann getur spilað fyrir United. Þetta er leikmaður sem verður fyrir United. Hann kemst með United fyrir framtíð. Já, þannig að hann er á leiðinni. Það er séns. Já, það er alveg góðu séns á því. En hérna, Auðun Blöndal, eitthvað svona jólakveður frá þér til þjóðarinnar? Já, þetta er stærsti dagurinn jólin, það er Boxing Day. Þetta er hefð sem að við Gunni og Eiður erum búin að vera með í 21 ár. Já. Þannig að það er veistla í gangi. Við þurfum 11 hotni á Chelsea, það er ekki eitt hotni. Þú vilt líka yfirleitt fá nokkur hot svona áður en fyrsta markið kemur, sko, það hjálpar yfirleitt til, en það gæti orðið brekka, en útilokum ekkert, það er jól. Það er jól. Ég sé þið með Gústa frá Future þarna. Já, helvits framtíðir hérna. Gústi, hvernig fer vestamleikurinn? Það var eina viðvöldi hérna. Ég var að segja að Vestam myndi ekki vinna. Ég ætla að halda með, ég ætla að segja jafntefli, ég ætla að segja 1-1. Ok. Þannig að, heyrðu, Auðun Blöndal, ég hérna, takk kærlega fyrir að taka síman. Já, fyrir dog. Allt. Bless. Love you. Bless. Bye. Það held ég Auðun Blöndal. Það er ekki að labba þenn á salirni á Amerika. Hann er hérna alltaf almennilegur, alltaf jafn almennilegur en Auðun Blöndal. Það breytist víst seint. Nú að gera í símanum hjá Agli. Maður sjá, það er brjálað að gera. Eru fleiri mörk komið strákar?
Hvað erum að fara á jafntefli Gústi var að kalla? Eina sem ég ágjör að ég svolítið á goals í sömu leikjum sem lítið að frétta. Já, Blackburn unnu Sunderland fyrir í dag og Coventry að vinna Plymouth, Middlesbrough að vinna Sheffield Wednesday, en við vorum ekkit óalega mikið að tippa á þessa leiki. Var Arnór Sig með? Nei. Meiddur ennþá? Þeir ennþá spila, það bara 15 mínútur. Okay. Ég mikill aðdáandi Arnór Sig, en hann alveg að hann í hættu að fara að detta á veggnum hérna, sko. Hann verður að fara að spila eitthvað. Íslenski þjálfarar ekki með neitt gigg núna í útlöndum. Við hvað mark? Plymouth 2-0 Wayne Rooney í smá vandræðum. En hann að spila hann spila sóknar sinna á fótbolta. Þeir voru með 3-3 daginn á móti Carrick og félögum og þeir voru með XG held ég upp á 3,6 eða eitthvað, þannig að það ekkert verið að hann svolítið því að skemmta það ekkert verið að liggja tilbaka og segja hrætt. Nei. Ég held að sko Jói Kalli eini íslenski þjálfarinn í útlöndum í dag. Einhver annar? Hjá félagsliði. Já. Ég var alveg til að fara á leik hjá honum í Kaupmannahöfn. Já, AB. Fara í úrslitum. Já, þeir þurfa bara Þeir eru að vinna aðeins fleiri leiki. Já, þeir voru vonbrigða tímabili. Já, en þeir eru ennþá í sénsi á að fara í playoffs. Já. Þannig að ég til í að mæta til Danmörku, syngja og tralla þar. Já, ég þarf að... Það skal vantar á YouTube, það er aðeins að vera hísi upp þessi þar. Að geta replæjað á þessi fólk að skrifa. Já. Þessum málega sem nú eru ykkur mestar að ditinn, við að til að geta smelta á það, eitt og replæ, svarað. Já, herri. Þannig að kannski hísi upp sig með það. Frábær punktur hérna, Mílos auðvitað íslensku ríkisborgari. Já. Sem góð punktur. Hann frábær. Hann algjörlega frábært. Það satt að Blösi að fara að staðgreiða 18 milljóna króna Benz? Hafið þið heyrt þetta? Nei, ég get lofað. Hann sagði um þetta aldrei að kaupa bíl aftur. Nú, á hverju? Hann laði bara einhver umboð segir, ég röldi blöð með bíl kvelli. Það þetta góða punktur. Sem borgar hann 0 krónu. Hvernig fer hann að því? Lappar inn, ég blöð bíl. Núna? Og hvað fær ég? Hvað fær ég? Ég blöður hann á bílnum. Hér bara svona. Ég réttur úr leikjum og spólar úr. Þetta það sem gerist þegar að blöða alltaf á sér bíl, sko. Hann ekki bara að kaupa sér, ekki 1 króna frá honum fyrir bíl. Þannig að það kjaftaði. Staðfist það. Það eru fólk á að læka og sína á X hvar þeir eru að horfa á Dogsoni. Alltaf gamlaði menni eru á bumbunni heima og... Margir á bumbunni heima og sér #Dogson. Eitthvað jólabóð. Er það ekki að byrja mennum að setja það á The Gram líka? Það líka alveg gaman að setja á The Gram. Já, takkiði bara Dog þar og kannski ykkur alla félagana. Gilsari, þú ert á leiðinni á Tenerife. Já. Þú fóst til Tenerife í november og hefur ekkert verið þar síðan. Þú tókst ekki nema 19 daga í november. Ég mista vélinni. Miður. Ég búin að heyra að þú var skilið eftir reikning á hótelinu upp á 650 krónur sem var bjór og ís. Já. Hver getur keypt bjór og ís fyrir 650 krónur? Sko, ég nefndi ekki að fletti gegnum þessar 8 blaðsíður sem var sett að borða þarna fyrir mig. Alltaf að challengea reikningin. Ég kannast ekki við þetta. Viltu skoða þetta eitthvað? Það var 8 blaðsíður. Málið ég að díla við það. Ég er með 10 ára krakka sem labbar út allt hótel og býður fólki ís. Þannig að labba bara þú ís, þú sem færum bara barinn, skrifar á herbyggið, skælbrósand. Það átt að segja saman, ég sé alltaf við mína menn. Heldur ég skíti penningum með það? Sko, menn nokkri hafa sendt á mig pillu. Já, sneið. Það halda félaga mínir, séu að skrifa og gilsa þarna á hótel. Já. Ég held að það sé kjaftaði, trúi. Já, það er eitthvað sem maður gerir alltaf, skrifa þetta gilsa. Og það dauðarusli, 2702. sem alltaf dauða ógiðið úr Hafnarfirði, sem alltaf mest að fyllibita þessu íslika reygum. Hann var mikið þarna. Hann skrifaði til dæmis einu sinni á, hvað skrifaði hann á? Já, Gumma Kíró. Hann sagði Gummi Kíró, herbyggi 300 bullaði bara eitthvað. Sett rétti kólunni það. Þannig að vísaði fyrst hann skrifaði Gummi Kíró var í Íslandi þarna og hann var ekki á hótel. Þannig að fyrst hann skrifaði bara eitthvað nafn og eitthvað rúm. Það gruna með að hann get til dæmis að setja nokkra beers á miðarna. Næsta ferð þá verðum við bara að fara á all-inclusive hótel þar sem þetta allt saman frítt og þetta fylgir bara í verð. Þá ertu með átt í ógið. Þá færðu hérna bjórin í einhverjum kaffibolla, 2 sopar og stendur basically hjá bara gæjan og barnum allan daginn. Það er bara fínt að vera hjá dælinni. Í free beer. Þú vilt borga bara, þú vilt taka morgumatinn, that's it. Ekki hádegismat, ekki bara, þetta er bara morgumaturinn og svo ert ekki að borða aftur á hótel. En veistu á hverju ég er svona fitt þar að því að I am intermittent fasting til 2. Intermittent fasting. Það er það sem að virkar. Maður sjá. Hvernig lúkar okkur núna, er komin eitthvað mörk í þetta? Chelsea? Eða bara leikina? Herðu,
nafni, varstu búin að sjá Cristiano Ronaldo? Hann fór til Lapplands. Já, ég var nú var bara á brókinni þarna. Ég var frekar sár bara með hvað mikið lojal fans hérna á Íslandi sem eru búin að peppa hann í gegnum súrt og sætt öll þessi ár. Hann hafi farið til fólki Finnlands. Hann var í bústanum hjá Gumma í Múlakaffi daginn. Er það? Já. Ok. Hann hefur stoppað við hérna. Það er vist álur bústaður. Sjáu hann þarna. Þú eru ekki að testa það eftir maður. Já. Það er 1000 fermetrar og... Já. Það er hérna, er það ekki flottasti? Hvar er flottast svona húsið á Íslandi? Það er líklega þarna, LeBron var í þessu líka. Já. Það er mjög mikið celebrities í Íslandi sem hittir aldrei mainstream media. Þetta er heldur vel gert hvernig fara fram hjá þessu. Tom Cruise leggur reglulega þyrlunni sinni hann hjá retreat-svítunni og labbar að sér engangurinn á svítuna þar. Það þarf aldrei að fækja inn á lobbyið. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða félaginu. Já, einhverja veltaði fyrir sem fyrir Gummi í Múlakaffi, það er fyrir lengra komna, flestir tala Jóa í Múlakaffi, en ég tala Gumma í Múlakaffi, þetta er fyrir lengra komna. Hörðu, hvað gerir það? Margt ekki af eða eitthvað, nei? Ok, það er horfið allavega. Að sjá, nú er verið að ræða þetta, Púp borgar ekki fyrir neitt lengur, hann er kóngurinn, segir Dabbi Donut. Ekki bara fyrir bíla. Já, en borgar ekki bíla lengur. En þú veist... Southampton er miklu betri en West Ham, shit. Já, heldur hann fara inn á Amerika bara og segja, hér er eitt túborg og rétti kortið það? Nei. Og hlær bara. Það er ekki. Hann hlær bara, Gilsan hlær. Nei, hann er ekki fara að borga það, sko. Hann borgar suma hluti. Já. En bara ekki að borga í dag, ég lofaði því. Hér er menn, sko, Baldur borgar. Svo ég get lofaði því að hann líklega fara að sæta svínið í kvöld, tippa já. Eða Tres Logos, svona upp úr, veit ekki, hann tekur svona pásu milli leikja, myndi ég halda. Hendi sig þar yfir. Það fyrir á The Gram, aftur yfir á Amerikan. Já. Hérna, hvað er að gera því með in-play-bettin að Tottenham er með one-way traffic? Já. Það er eitthvað sem við þurfum að skoða. Sitt á næsta mark, sko. Er stöðlinn ennþá 3 eða? Já, hann er drullu, hann er heldur hárumlega, sko. Og Söres er búinn að læsa inn sigrið með kjágjur og honum. Já, ég engar á að gera það. Chelsea er alltaf að fara að enda í 2-3-0, þannig ég að spá svona hvað og breyta $1 í 2, sko. Bournemouth er að fara að vinna, það er klárt. Tottenham er að fara að vinna. Og Southampton er að pakka saman West Ham. Það er einu sem er að pyrra með hann. Strákar, hérna Hjálmar Örn er eitt besti tippar sem þetta ekki. Hann er rosalega. Er hann með eitthvað frábær. Hann er með sko Bournemouth Crystal Palace fyrir 1-1. Chelsea vinnur Fulham 2-1. Newcastle Aston Villa óvænt 2-2. Nottingham Forest Tottenham 1-3. Herðu. Bíddu, hvað var að gerast? Það virðist að gera þetta eitthvað. Bíddu, hvað er að gerast? Hvað var ég að segja fyrir 12 sekúndum? Ég var að fá eitt stykki sokk. Það er svona Ég elska því að fá sokk. Hvað er það? Nefn að það tekið tilbaka. Forest mark gæti verið að dettin. Forest, það er 1-0 Nottingham Forest. Ég var að segja að það var one way traffic sem er undar samkvæmt statsinu. Já, en... Bíddu, er komið mark? Það er komið mark en það er ekki búið að staðfesta. Herri, Antoni Langa skora 3. leikinn í röðu? Vá! Hörru, þetta er... Rhythm is a... Erum við ekki toppmáli? Ég þetta góls að það. Þeir eru komin í gang, Tottenham alltaf að skora, þeir eru betri. Lífið leiku um mig. Það lítur vel út. Já, það er komið mark hérna, Antoni Langa er búin að koma Nottingham Forest yfir á móti Tottenham. Það er svo í klára þetta hjá honum, þá allavega sagði hann að Forest myndi gera 1, Tottenham 3, Southampton 1, West Ham 2, Wolves United 1-1 segir hann, Liverpool Leicester 4-0, Brighton Brentford 2-1, Arsenal Ipswich 3-0. Þetta segir Hjálmarinn. Ok, við. Komum með hana, Bournemouth, Mies, það er 100%. Southampton, það er eina sem ég er smá hræddur við þarna, þó séu betri. Ég þorði ekki að fara í það. Það er að skoða. Varherbyggið að skoða. Varherbyggið að skoða. Getur þú sett á leikinn fyrir mig? Ég var að reyna á hann og hérna gekk ekki. Reynum aftur. Já. Hérna er þetta. Hérna, yes. Við erum konið inn, má ég sjá. Varherbyggið að skoða þetta. Varherbergið er að skoða þetta og við erum ekki snabbt. Er það mark? Þetta stendur. Frábært. Ég ekki spóla tilbaka. Já, hóttu aftur á Chelsea-leikinn. Takk fyrir þetta. Kærlega. Herru, Daniel James, var hann að skora? DJ-in. Serðu, langa hérna. Sanga tjatinu. Má ég fá lagið? Let's not a DJ save my life. Serðu, langa hérna. Sjáu hvað hann er örugur.
Hann líka svo rúðlega sá síðasta þriðungi. Við komnir í 134 like á chati, ég þarf að náði í 250. Já, 250 like. Fólk þarf að keyra ít og þumal upp í kvelli, gera góðverk. Já, algjörlega. That's not a DJ, saved my life. Þetta spurði mig að segja þessi testalaus. Já, testarlaus í dag, sammála því. Það er ekki fallegt reynir en ég tek þetta á kassan. Tek þess að gaggrinni á kassan. Já. Það er að dælast inn einhverju topp menni. Já. 100k húrra vinnurinn vættur. Það er Grindjánin Geðugi. Það er Marino sjálfur. Seti Marino, kvotu. 100.000 krónur í húrra og ekki veitir afsýnismeir. Mætir hingað. Þú ert klæddur eins og okkur íslensku kennari, sko. Þú rullaðir þetta út, sko. Ég þarf það að halda það. Já. Já, þessi flott ykkur skóla kennari. Takk alveg. Marino fyrir aftur beint upp í skóla. Það er Gísla Saga Súrssonar framöndan hjá honum. Takk alveg. Þú vannst, vel gert til að Congrats. Það er að hitna í kolonum fyrir norðan. Newcastle, Aston Villa. Þannig er 1-0 þar, John Duran og einhverja slástafna. Maður sjá, það er eitthvað vesen. Við höfum alltaf að vera með eitt í þessu dæmi. Við höfum alltaf að hafa fyrsta rauðaspjaldið. Er ekki yfirleitt eins og það er svo margir leikið, það á að vera rautt. Það er red card! Red card! Á hvert John Duran. Og hann er algjörlega, hann er bregður bara. Hann er komin í 3 leikja bann. Hann trúir þess ekki. Maður sjá þetta. Ok, ekki þessu. Það var óþarfið hérna steigun og það var aðeins. Það er ekkert að slefti. Sjá. Það er ekkert að slefti. Þessu. Nei. Þetta er mjög Við erum með Newcastle win, þannig við tökum þessu. Newcastle er dóttið. Söris mæga það. Ég spurði hann á það, hvernig vinna Newcastle? Já. Kom ekki já okkur ritgerð öttir, bara já, punktur. Einfalt svar, sko. Já. Og þú spurðir hann, ég veit þú heldur með Newcastle, en ég vil fá innlægt svar. Já. Er Varherbergi búið að staðfesta þetta? Hann er farin út af, það er bara rautt. Hvað er því ég komið blíka dyrhú? Blíki nummer 1. Hérna. Sör, King Sör. Elskar Sör. Já. Herrum má reykja í bílnum hans hérna blöð? Nei. Lofa kveikir ekki einni þannig aftur í Sko, ef þú skildi, múlega, ef þú setur kannski, segjum að hallir aftur og bara skotniðinni snerta mælaborðið og neglir hann niður, sko. Já, þetta er maður setur í park og þú fara lestur. Ekta gæi utan á landi, hugsa vel bílinn sinn. Já, ég menn átti ekki að fara reykja og blöð, sko. Nei. Blöð er aldrei reykt. Jú, reyndar, hann að vörðblöð, þegar hann var fullur í eigum hann er. Tók sík og þar. Stumpin. Nú, það eru mörkin, þau dettinn, rauðu spjöldin líka farin að dettinn. Maður sjá, ég ætla að það býða til að Birmingham myndi skora. Það er 1-0 Birmingham, já. En er ekki öllum drullar saman Birmingham? Jú, það er á seðlinum. Já, ok. Tom Brady er hérna eigandi Birmingham, verið þig á nafnið? Það er yfirleitt sami gæinn sem skorar alltaf fyrir Birmingham. Já, hann er mitt skoraði. Stanfield. Herðu, það er gult, Gústi. Var einhver okkar mönnum á guld? Já, það er bara spurning hver. Það væri. Allt er góð. Við erum fyrsta spjaldi í fyrraáli. Gulur byrjaði að detta. Það byrjaði þannig. 8-8. Stanfield 8-8. Nú, svo hvernig var ég með Southampton ruslið þarna? Hvað var ég með þar aftur? Þú þarft Vestam win. Já. Það er ekkert flókið. Gilsari. Vestam er að hæja sér. Gilsari, það eru þetta mikið að vera á 9 ári. Hún verður með headphone, Gilsari. Það er svo erfitt að tala við þið svona. Heyri í mér. Metri frá mér. Ok. Sko, málið er þetta. Við erum að fara að spila Tekken á eftir. Ok, ég ætla að vera Jin. Þú eru væntanlega Eddie. Ég getur Eddie. Já. Það er skemmtilegur. Það er mjög skemmtilegur, ég sammála því. Sko, stokkarnir á 9 ári. Gústi var að biðja um stokktips frá þér. Já. Hvað eru 5 heitustu stokkarnir á árinu 2025? Hvaða stokkar er eftir að rísa? Þau eru að vera réttir í röða. Næ, bara komdu með einhver pikk fyrir okkur. Sko, fyrir 2024 var þetta easy. En núna... Hvað var easy við það? Hvað var það þá? Já, bara þú varst með þessa heitustu Alvo, Oculus, Amarok. Þetta var svona,
lesið einhvern veginn, þetta er einu skemmtilegu stokkarn á Íslandi, þetta er allt bara einhver bankar og fastanafélög sem eru drep þannig að þetta með yfir útlendi stokkar ég fer ekki bara eitthvað Ísland ég ætla að hafa þetta Ísland út að við erum minna okay. þangað til að Docksson er orðið international fann tala ensku hérna, þá ferði ég þá ok 5 íslenski stokkar, eru til 5 spennandi íslenski stokkar? Loksins eru komið eitthvað annað en þessi drepleðulu djúvillig vona ég að Donald Trump tæki Grænland viljum við það ekki allir? Alltaf En við þá ekki komin í vesen við vorum hérna á góðan stað góða location, segja það ekki bara fokkið ykkur og komið til Grænlands, við þurfum ekki ykkur alltaf lengur við erum búin að klúra kannu En hvað með 5 stokkar? Ég ætla að segja, ég verð að segja 5 stokkar fyrir 2025 sko that being said, höfum þetta að hreina flest allir, það er enginn sem getur nefnt stokkar núna, það er allir sammála og markaður mun fara á gott rönn og það vextir að fara niður en ég ætla að segja Alvo Oculus, Amarok, Kvika og Arion og þetta er 100% eins og Mækarinn segir Ölgerinn? Já, Ölgerinn drullu segir en þeir eru búin að vera miklu rönni og þetta er Alvo, Oculus og Amarok stemningsstokkarnir, við erum svona með þetta er high risk stokkar en geta skilað high risk, high reward þannig að við tökum svo bara Docksson eftir tökum ekki bara loka á sluta 5 og veltu steinu hvað myndi það þýða fyrir Amarok ef að Grænland færi undir Bandaríkin? Eldur er búin að eigna sér þetta location það þykja fokkar eitt í honum og ég tók nú viðtalið um daginn sem hann var að segja að svona stefna Trump væri frekar honum í hag þegar áður en úrslitin voru klár þá var eiginlega betra fyrir Amarok ef að Trump myndi vinna þannig að ég vil segja bjart framöndan þar hann er með gullfjall í Grænlandi það er æð í gegnum fjallið en kann hann eitthvað að grafa eftir gullið? Hann er byrjað að grafa það er byrjað að vinna úr hann er búin að halda á gullklump Er hann bara með skópluna og byrjað að grafa? Hann er bara með eitthvað 100+ starfsfólk í hrikalögum aðstæðum þetta er ekki fólk sem er að vinna hérna á okkur skrifstofu svo við félagarnir sko álveru fólk sem ennur að vinna þannig að Amarok er spennandi heldur betur má ég sjá nú hvar halda menn að David Coates í dag hjá Kallgreið það var maðurinn sem dómarinn sem misti vinnuna á dögunum nú hvað er meiri í þessu það er meiri í þessu það er komið guld ég er búin að hitta gullarspjöldi Gusti frá the future er búin að hitta gullarspjöldi Andrés Pereira guld hörðu, Bettbilderinn Bettbilderinn er eins og við köllum einhver örugasti Bettbilder in the history of mankind sko þeir vinna alltaf með 2 það er klárt nú er þetta bara Pereira það er pressan á mér núna nafli, ég drepi það fær ekki spjald Pereira fær alltaf yellow ég sparum sko hvort hann fá ekki að halda velli og hann er okkur gift út það er allir búin að haka þetta í checkmark nema þú sko nei, ekki þú þetta er ég er líka með betta og fúlla mér að fara að skora í þessum leik en allir sælar eru bullandi á lífi þessi er svo skemmtilegast þetta er svo skemmtilegast þessi er æmina 33 þetta er glæsileg stuð líka í þessu hjá okkur í Bettbildernum það er nú hefði Wurthblöð höndlað vinnuna í Grænlandi ef það nú nei, sko, ég hef ekki farið þarna en ég tala fólk sem hefur farið þarna og þetta er ekki fyrir aumingja Blöð er ekki aumingi, ég er ekki að segja það en hann vill vera bara í kósi hann vill vera í slopp og inniskóm hann er ekki að fara að vinna í gullnámu lofaði því nei, hann er ekki bara að vinna í gullnámu en það er eitt að spyrja for future vísarétningun hjá honum meistarar er álega í maxi eftir jólin hann það betta á United þitt faglega mat sem Gusti from the future ég verð að halda mig við það sem ég byrja að segja þegar ég sé ekki að segja mismunandi menn ég ætla að segja jafntefli þar ég ætla að segja 1-1 ég tipp aldrei að jafntefli nei ekki heldur en maður þarf að spá leikjum með farastundu jafntefli líka það þarf að hafa fagmennskuna ég er svolítið lítið jafntefli ég hata betta jafntefli ég geta ekki það getur farið í 1x og x og líka hann að önders ógiði sem að Sören sér alltaf í ég veit það þreitna er Sören svona önder já, bara undercut leiðlustu bettin unders og x, ég get ekki farið það var helviti gaman þegar að Mækarinn var mikið í hotnabettunum
bara láta menn heyra það sko á tjaldinu sko. Svo spurði ég eins og ég og Gústi Núna Future alltaf erum búin að gamla saman í meira en 10 ár og ég man alla viskomólunans og hann sagði að hornin er mesta gamblið þú ferð í þessu leikjum og Mækarinn er búin að sérhæfa sig í því þannig að það ímyndu hvað er búin að tapa miklu. Hornin eru svo mikið tengd líka mörkum í leikjum sko, þau breyta momentum í leikjum en stundum eru þau góð. En stundum bara gaman að gambla, setja út á stemningu, setja á hornin og hvað. Hvernig ætla Newcastle að setja mark nummer 2? Svönes, það klárt eða? Fyrir hlé, ok. Nú, hér spurður hvar kaupir Gilsarinn erlend hlutabrif? Ertu með eitthvað í Toro eða? Nei, bara mailar á Kviku, góðan dag, ég ætla að kaupa 20 hluti í Tesla og farðu tilbaka afgreitt. Já. Það er mjög einfalt. Já. Það er ekki flókið, sko. Ég bara... Þannig að þetta er bara... Daniel, okkar besti maður í Kviku, það er saman til hann. Er það kvika.is, eða? Það er bara mailar á Kviku og ég ætla að kaupa í Tesla. Það er bara græja á nú leikni. Ok. Stafar að fara eitthvað í Toro og ógeð og sá þetta alltaf okkur erlendri síðu og það er maus. Já, ekkert óþarf. En hvernig tekur þú kryptóið? Ef þú alltaf vilt, eins og núna, 5 bitcoin takk. Ég held sem bara langbæst væri myntkaup. Og það er viskusjóður með 10M minimum, en það myndi halda að flestir sem eru að horfa eru með það budget sko, en þannig að myntkaup getur keypt bara fyrir klink. Ertu rafmyndakall? Nei, ég myndi segja, ég ætla að taka þátt í þessu. Ég veit að fer to the moon, en ég myndi segja að þetta ekki vera meir en svona... Epic tekur við rafmynd? Já. Það er rosalega. Það er eiginlega eina fáum stjóðum sem ættir að nota þetta. Ég held að Trump sagði daginn ætla að gera USA a crypto capital of the world og hann er að smíða Bitcoin Reserve eins og Gull Reserve, hann er að smíða Bitcoin Reserve. Hugsaðu, þetta er 78 ára kall að tala Bitcoin. Ef þú myndir ræða við fólk á hans aldrei á Íslandi Bitcoin, það myndi ekki vita hvað, þú veist. Já, ég meina, en það gefur þessu vikt, því að margir þekktir hagfræðingur í Íslandi búin að koma í viðtölu á Bylgjunni og segja að þetta er skemm og kjaftaði, menn þetta er bara svo túlipanir í Hollandi og allt þetta kjaftaði, þú veist, en nú kemur allt í unni Trump og allt er búið til Bitcoin Reserve og það gefur þessu álöru vikt og stærstu fjárfestir í heim Bandaríkjunum er að dippa tánum hann inn. Þú veist hvað þannig að fyrir kryptobrósum sem að horfa ég er bjartsýnn. Þú veist hvað er að gerast í tölvunni minni á nóttunni? Það er ég að mæna. Ég er alltaf að mæna í róleitum, það er alveg... En er Epic að taka við Hawk 2 coinunum? Hawk 2 coin, já. Já, get ég lagt mínar Hawk 2 coin í þann inn? Hvernig er staðan á Hawk 2 coinunum núna? Þetta er skemmtilegt, sjáu hvað menn eru að gera. Þeir eru að horfa á Doxon, menn eru að senda... Með beer. Já, með ölsen. Þetta er gott setup. Já, þetta er gott setup. Þetta er vel lanaður, 3 skjáir. Já. Hann er ekki í styrregnast vini þessi Heiðar Rúnarsson baðum spjaltölvu í jólagjöf engungu fyrir Doxon, takk. Vel gert. Vá, þetta er flott spjaltölva sími Hreindýr og Doxon. Já, Hreindýr og Doxon. Patrik og Óli, má ég sjá hann Patti Óla. Já, þau eru að horfa á sjónvarpið og svo Doxon hann að hliðina. Glæsilegt setup. Þeir verða nú að fara að fá sig aðeins meira þessi. Þeir eru með dælu. Vel gert. Og það er rosaldur með dælu. Þá ertu fyrirdags fyllibittar sko. Já. Áttu ekki með dælu hérna? Ég að vera að pæli í. Leo Reynis, free cash. Og hann er bara chillað með einhverju fíl. Já, hann er með fíl í róliheitunum. Hann er í standi. Hann er með fíl. Þetta er hérna, þetta hljómar svo langskott, en þetta er samt bara, hvað, 21? Já, en sko þetta er örugt, allt drast örugt. Nei, þetta er búið hjá hann því að Manchester City unnu ekki ef þetta. Já, getum að stróka hann út. Það er svolítið hann. Leo Reynis staddur í Tælandi. Gaman að menn sé að posta hvað eru að horfa. Það er alltaf djúbus stemning að sjá menn. Já, gaman að sjá, haldið áfram að setja inn á þetta. Á Boxing Day. Má ég sjá, strákar, fóruð á Sólahólm, Jólahólm. Já, djúbill var hann góður. Fórstu? Nei. Ég fór. Þetta er ekkert eðlilega gott. Ég hef farið samt og ég hef eftir að sjá nýja efni samt en ég sá hann síðast. Hann var miklu meira að grínast núna og hann var viðbjóðslega góður. Emi Martínez með einhverju sturlustu markvist sem séði bara í langan tíma. En sástu það að gera grínar blöð? Já. Það var mest, á sýningunum minni var mest hlægja því grínar. En eitthvað meginn. Já, nákvæmlega sama. Þetta og Jakob Bjarnar. Ég sendi þetta á blöð, það fór ekki vel í hann, sko. Það komið celebrity beef núna. Sjökkaðu stegt. Ég var eina sem ég vildi, Óskar sem tekið Jakob Bjarnar lengur þegar það er uppáhaldið mitt, og rétt fyrir hann. Ég sammála því.
Páll Óskar átti 1,5 íbúð og þá sagði ég mitt glöð sjúkandi stöð og Hólmari var sammálaði það sturla en djöfull þetta, ég fór í fyrst skipti, ég var aldrei farið áður ég fer alltaf þetta var fyrsti Jóli Hólm hjá mér sko gæn með Hungry Kids I had a hell of a goddamn time ég búin að vera að fara bara frá því að hann var í Hard Rock kjallaranum bara í fyrsta sjónus en sáðu sneiðina sem að ömmurnar nútíma amman fekk í þessu sjói hann að fara inn í jihad við ömmur landsins það hafa engan tíma til þess að passa börnin, þau eru bara að djamma og spila golf en hvar Sóli Hólm í heiminn, hvað er Maldífs hann fekk 80 M í hús þarna og ég á 30 tugum hvar hann nú? En hvernig fannst þið samt að Ice Guys investuðu mörgum 20 miljóna í sjóið sitt blöðarinn, skellt sér bara aðgurir sjallan, tróðfylltan setti ykkur 12 ís í kassan og fór heim hann setti ekki krónu í sjói sko, sagði bara Dr. Victor eat og play setti Egil í skópun og baðaði gilsan í leiðinni sko málega fólk aðna á 600 það bara mætir jólaböld sem ekki gera neitt sko, bara setjum þetta á tigs valla minnust á þetta blöður var bara með kassan og fekk bara nóga kassi og fóð með það heim svo voru það böðin og keða og strikið og þessi rúndur sko herri, ég er búin að lesa þessa Ice Guys bók núna alveg 4-5 sinnum er þið búin að sjá hana Ice Guys bókina? Nei, því miður bara kápuna það er svakaleg bók hvað er verið að velta steini með þessar bóka? þú farið svona hina hliðin á þeim og herran heitir mér hvað finnst þú hans helsti ókostur er latur að gera það sem að mér finnst leiðinlegt segir hann ótrúlega margt svona sem vissir ekki með svo gauðra í bókinni netan er komin í álöfu stand ég er að þytumæla netuna sko hann er komin í álöfu djöfissi stand er hann að fá einhverjum fæðubótaefnum með það? hann er bara hann er bara drullu duglega, mætir alltaf ekki mig svo ætla ekki að gera neitt nema bara nokkuð gig og svo hann bara, þannig að ekki vinna 9-5 tíma til að færa ræktina ég vil hafa alla rappara í smá overweight sko. eins og Fat Joe þú veist bara flesta, þeir sem eru góður þeir eru ekki Bentur og skafin bekki 150 þetta er sko ég vil ekki hafa slim allavega ég sjá maður að það er að trenda þarna Ozempic er að trenda ég hrifin að því sjáðu, það er einnig einhver algjör kongur þarna með frábært sett hann Daniel Whale Daniel Whale Mini Bjúu fengu engi fleiri mörk í lokina fyrir áleik þetta hálfleikur er ekki allt óbreytt Ponsi Ponsan í vélinni Ponsan í flugvelni sjáu hann óvænt að Ponsan sé í flugvel það kólnar ekki við maður er aldrei séð svona hvert er Ponsan að fara? hann er að fara til Spánar og húsar ég vil leikuð Ponsan ég far ekki bara í húsi mitt besti endurskoðandi sem Íslandíkar eigum sko fyrir utan Eymund í Garðabæk þessi tveir sko þessi er í í Chile í Chile menn er að horfa all over the goddamn world þetta er fyrirmyndan þetta er algjörlega til fyrirmyndan gaman að sjá að okkar menn eru að fylgjast með út allt og við erum einn í Flórida líka Bjarki Harðarsson har að senda mig, hann er í Flórida að horfa Baldvin Borgarsson spyr gæti Gilsarinn skrifað upp á Ozempic fyrir mig veitir ekki af þú mátt ekki skrifa upp á hann bara heyri í læknu og hann kom með þetta 2 klukkutíma max sko, þetta er ekki flókið sko og hvað sprautar maður í sig það er að menn sem eru litlir í sig með það þá eru að koma töflur sko þannig að sem virka, vil eða ekki betur þetta er einu sinni viku svo neglur í bumbunaður, ekki flókið sko nálinni svona 2 mm sko en ég menna þetta er að virka og hinga til er verið að vera goddamn miracle drug sko þannig að þú veist, það er ekki, ég getum að sjá neitt neikvætt það kom einhver frétt daginn að 2-0, nei, fyrir ekki þetta er ekki 2-0, þetta er bara sína aftur mark það kom einhver frétt daginn að menn náum ekki upp í þessu en er ekki geðið graðast við vinnu minn sko hann er búin að taka því, hann ekki lofa því að næra honum upp sko hann var í fljótur að hætta þessu ef það var hlýðar það sem kjaftaði með svo frétt sem kom á netið daginn sko ef þú komnir í pásu Alejandro og Aston Villa right now einu færri það meikar engasens Jésu er kongurinn segir Skillmasters það er hárið til hún þetta lítur drullu vel út samt svona heilt yfir svona seðlarnir það er engin döður nei við erum að skoða stöðuna eins og hún er núna að koma mark Chelsea og Fulham þar er staðan 1-0 fyrir Chelsea það er 1-0 fyrir Newcastle fyrir norðan gegn Villa og svo í skýriskói er Nottingham Forest að vinna Tottenham
ekki komið mark í leikinn hjá Bournemouth og Crystal Palace og ekki heldur hjá Southampton og West Ham. Ef við taka 10 mínútna pásu, fara á klósettið, slaka þess á, svo tekken hérna rétt á eftir. Ég, Gin, Gilsarinn, Eddie. Það verður rosalega.
Dogzónið heilsar aftur og naflinn og Grassi og Gilsarinn sjálfur. Við ætlum að, það eru svona seinni hálfleikurinn að fara að byrja í þessum leikjum og Chelsea að vinna Fulham, það kannski svona stórfrétnar í þessu og Newcastle að vinna Aston Villa. Gilsarinn, mér langar að spila við Tekken. Ertu klár? Já, ég hef aldrei spilað þetta áður en ég er samt... Þú hefur viss spilað þetta áður, ég hef spilað við miljónsum Tekken. Ég fyrir svona 23 ára síðan. Já. En ég... Þú ert að sjálfsögðu svo hjóla. Þetta ég ætla að vera Gin og þú ætla að vera Eddie. Já, ég er huggulegur en þú. Ok. Hendum þessu í gang. Setu bara eitthvað random. Ég nota þennan hérna og svo Danni, þú myndast ekki bara íttu bara nú anskuðu ofta og svo taka hana. Þetta er þessi eða ekki og svo bara þessi þeirra. Þessi heimskur eftir, ítt á Sparka. Já, þetta er ekki flókið. Ítt á A, takk. Já, og hvað íttu þú ekki á A? Já, virkar ekki á mér. Ok. Má ég sjá. Þú verður að lemja þessu harðfisk, hvað séu að gera? Já, ok, bara verði þér að góðu. Pizza heitir mætt. Free pizza. Gústi, hvað stendur þú í þessu? Hvað hérna kortið þú eiginlega Hjöbi? Er þetta Eddie versus... Valið, hvað mætir í dag? Það var fría pizzu og frían bjór. Hjöbi takir það? Já, ég held að Gilsi hafi ekki spilað þetta. Já, ég... Sko, það er ekki eins og ég sé að spila. Ég held að Egil sé með eitthvað öfuga sálfræði og hann er að fara að jarðan. Málega er að Hjöbi er með góð move, þú veist, en ég verðist að vera pakkur og saman. Ég kom með taekwondo hérna að spörki. Hvað ætla að gera því? Hörðu. Hvað ætla að gera þessu? Hjöbi á ekkert svar við þessu move upp í hausinu á hann. Hörðu. Hvað ætla að gera? Búm. Hörðu. Þetta var reynda geðvikt. Já. Hann er að koma tilbaka. KO, motherfucker. KO. Egil. Hörðu, þetta var eitthvað þægilegast að segja. Egil, fókus, það er round 2. Já. Mér seldi komist og haldi og getið lag með Gilsarinn í þessu. Já. Ég er að natural gamer, sko. Ég er kannski bara bæjast á þessum sögum sem Hjöbi hefur sagt að já, býttu slaka þá. Það styttist í annað KO þetta. Ok, þetta er alveg spark. Þekk hana. Anna. Hvað legið þessu múfi? Nei. Hjöbi komin í gang. Egil, við verðum að fá okkur viðbröð þetta. Nú skil ég hvað hann sagði mér að slaka. Nanna. Hvað er að gera? Hvað rugglar þetta? Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Spinna shit. Hjöbi vill rematch. Já, er ok. Þetta var ekki svona erfitt. Ég var að verjast þarna eitthvað. Huggulegri gæi vann. Ógeðsluð þinn gæi. Minn svona Rúrik með þykkt hár. Hvar er það roundhouse kick? Það var alltaf mitt kick. Þú bara búið að gleyma þig. Þetta var enda rosalt sparkaður, gefa það. Hjöbi er að koma tilbaka þetta. Já. Nú ég fann ég varnarleik. Egil, þú átt ekki að spila varnarleik. Áfram með þetta. Þetta er rétt hjá naflanum. Já. Anna. Ég vann á það með að spila sóknarleik, ég ætla ekki að beita því núna. Nei. Þetta að gera, motherfucker. Þetta ringsparkið hérna með, þetta er þitt spark hérna. Hjöpin í vesinni. KO! Þú átt ekki breyk. Það er ekki að sjá til sólar hérna. Getið spilaði að við allan dag, sko. Hann er allar þessar sögur í Dr. Fútbol, þessar legendary sögur. Þetta er alltaf að leiku. Já, ok, fyrir ekki. Herðu. Ég sparkið sköplókinu á hann, ég er gaman að því. Já. Hvað legið þessu? Sérðu. Og ég hefði búin að finna his signature move. Er hann að sparka í punginu? Hvað er hann að vinna með hann? Þú áttir eftir millimeter. Final round, Egil, fókus. Þú Hjöppi komin í gang núna. Nú þurfið þess að hissa upp um. Það er bara að draga af Gilsonum minna. Það er búin að draga á slammi núna. Já. Hvað ætlar að gera núna? Komin aftur í sama múfið. Ok, nú fyrir að spila sóknarleik. Hann er þreyttur, farð á hann. KO, hvað ætlar að gera núna? Hvað ætlar að gera? Já! Nei! Ok, nú hörðu, þetta er eitthvað spennandi. Menn eru með sama lífið eftir, það er ekki mikið eftir. Nú ætla ég að dansa þessum. Já, menn eru farinir að draga í seglinn. Motherfucker! KO! Nei! Herri, þú ætti að díla við X-Gamer. Þú veist það, þú átti ekki breyk. Hvernig gerði ég? Það er bara því miður. Það er rematch. Eitt út. Aftur ekki það. Er ekki leikinn þegar að byrja það? Já, býta að slaka á. Hvað ætlar að gera þetta enda 3-0? Það gerist alveg. Þá er lífið þitt búið as you know it.
Hvaða múf eru við nýtt múf sem ég var að smíða Þetta beint á æfingasvæðinu Hvað rugl þetta? Þetta beint af æfingasvæðinu Beint af æfingasvæðinu Eddi Hörðu Það væri gaman allan að fá eitt eins og eitt kinnhest það væri skellur ok, það er ég að segja konur Hörru, við bara að lenda það sparkar inn í loftum, það er ekki bannað Hann er búinn að lesa þetta Yes! Aftur 8 millimeter eftir hana Það var gaman að vinna einn Hjörvar, hann er með hann upp í kalana Eða hvað? Hann svarar Ég ætla að þið koma Þú ætlar að sækja 2 sigrar og gera sér honum ég sé ekki slagur Shit, þetta var spark Egill, hvað þeir að segja þetta? Þú ætti ekki að spila þetta varnarleik það er rétt að sparkið og þú búinn Kottu motherfucker Eiginlega tíma renn út, vinn ég þá ekki Hann þarf að sækja That's game Yes Okay. Ég þarf til aðmikið og mannst engan hei Ok, hættum svo Djúvel er ég góður í þessu leikmaður Wow Ég spilaði 22-23 ár Og Lagergilsi spilaði þetta mikið á sín tíma Já, þetta var hæðilegt Engu gleymt. Má sjá Við klippum þetta út Klippið þetta út Þegar bara þetta þegar Doxon kemur inn þetta verður klippt út Fyrir ekki hælandsbakkan Þetta verður ekki hæðilsbakkan Það er alveg á hreinu Má sjá Nú Hefur leiknir komin í gang Jájá og mér sýnist að það er búið að byrja að Frista Chelsea-leikin Það er hotspinna hérna 2-0 sé 2-0 Nú er þetta bara naflin Enzo með fyrirgjöfina og Enzo á Cole Palmer Bettbildirinn Ég ætla ekki að vera lögulegur nafli Veitu, akkur er hann Það er svona pressaði nú Já, það er bara ég er bestur undir pressu Búið að dæma eitthvað, ok Býtu Byrja búið að dæma eitthvað Hann allan hjælt utan hausinn á sér Kolvin eftir strax og boltin fór inn sko. Má sjá hann verðist vera rángsta Nei Offside Egill, hættu að spoila hérna, við erum að horfa á þetta Ok, afsakið Það er nóg eftir þessu leik Chelsea setja hann Afsakið Egill Byrja, akkur er ekki sá hann vestan byrja Það er rángsta hrein og klár rángsta Jæja, en allavega Tjé er alltaf að skora hana, það er klárt Það er Akkur er ég enda að horfa á Eri Og Eddi er bara Hann er ennþá á skjánum Ég ætla að fá að svara nokkrum mönnum í chattinu sem eru mikið að forvinnast Liverpool-leikin sem eru að spyrja út í hann að á að fara það er pitch inspection í gangi klukkan 4 þeir búast við að leikurinn fari fram en það er ekki að búa að staðfesta ennþá þannig að við búast við að leikurinn fari fram í kvöld En Gústi, svona ennina ferðina þá er eitthvað vesen á að spila leik í Liverpool Borg bara með að hvernig gengi Everton hefur verið upp á síkasti þá bara tók ég vel að leiknum að fresta um daginn en þetta er heimaleikur á móti Leicester út að þjálfa, þetta er svona 5-0 þannig að ég hef nú engar áhyggjur á leiknum í kvöld En er ekki alltaf ákveðin svona skömm í því að geta ekki spila leik á einu heimaðalli? Það er svona einhvern svona vesen En þú berst ekki við móðu náttúru og ef hún segir stopp þá er bara stopp Hver er metur líkunar á þessu og þú minn maður í þessu leiku verði? Í kvöld? Ég held að 85% að verði. Okay. Þá held ég að United Liverpool sem örugasti double in the history of football. Skoðum eitt hérna, strákar. Gústi, það er alveg margir sem hafa áhuga á þínu starfi. Þú ert það sem við myndum kalla bara, þú sérðum sportsbókina hjá Epic. Hann stýrir íslenskum fótbolta bara frá Íslandi. Skoðum til þess bara, förum á Epic síðuna og skoðum 1.88 á Manchester United á móti Wolves sem í fallsæti. Hvaðan færði þessu tölu? 1.88 Sko, náttúrulega það er engin deild í heiminum sem með jafn stóran gagnabongu til að vinna úr og við höfum með Premier League á Englandi, bara lið sem að spila svo oft úr með svo ótrúlega mikið að leikjum, úr með ótrúlega mikið að innbyrðisleikjum og svo ertu bara með allar upplýsingar í heimi. Allar upplýsingar sem þú þarft í heimi. Svo náttúrulega er obvious að gengi liðana að spila, tekja inn í þetta og svona síðustu
2-3 ár myndi ég segja þegar United að spila móti liðum sem eru í neðri hluta töflunar þá helviti algengur stöðull á United svona í kringum 1.90 á móti svona liðum og ástæðan bara einföld fyrir því að þeir ströggla oft í þessu leikjum og þessi leikir eiga til að leita í heimasigur eða jafntefli og en þú horfir á þetta svona bara tölur og blaði og þú horfir á 1.88 og þú hugsar gæti ég ekki nú tvöfalda bara aðleiguna mína á þessum leik og stundu gengur það upp en yfirleitt ekki Nei. það ástæða fyrir stölunum ég meina hefur ekki Portugal að tapa 4 leiki með 76 eða ekki eitthvað sem að það er að leiðrétta svo tölfræði en máli bara með þessu þannig ég held að okkar maður komið núna Huggulega með Huggulega þjálfarinn deildinni sem er það gott sko og hann er ekki að fara að tapa hann er að fara að leiðrétta þessu tölfræði það sem ég held oft með þjálfari eða svona ekki þjálfari bara með lið þegar þú ert að spila eins og mjög United og mörg önnur lið þú mætir stóru liðunum og stóru leikinnir þá eru allir klárir og allir onnit og eitthvað en svo kemur bara næsti leikur eftir City Bournemouth heima það er ekkert merkilegt mót ykkur ógiði, það gýra upp í það þeir eru að spila stærsta leiki sinni á tímabilinu og hinnir eru þú ert með hangandi hendi og það er bara spurning hvernig hausin á leikmennum United yfirleitt skrúaðar á og þú veist aldrei hvað þú færð stundum lítur þetta mjög vel út og stundum er að lérast til í þetta en eins og íslenska boltan, er það bara maginn á þér sem að stýrir því? Já og náttúrulega sama flesta af þessu liðum sem í efstu deild eru búin að vera þarna lengi og þú ert með hauga leikjum milli þessar liða og svona, svo er það bara gengið og svo náttúrulega leikmannamarkaðurinn sem breytist á sumrinu og fleira en svona í haustnum á mér myndi ég geta sagt að þegar þessi lið að spila innbyrði sem eru búin að vera í deildinni lengi að þá er svona stöðullin í haustnum á mér svona mjög svipaður yfirleitt og hann er þegar hann opnar Já, þetta er áhugavert og íslensku fótbolti byrjar aftur í byrjun apríl ég meina, Gissari, á hvaða deild finnst þér skemmtilegast að tippa á? Eiginlega íslenska ég bara það er íslenski og Premier League sko. Ég er Gústi kallar mig King of Premier League ég er ekki mikið í einhverjum neðrideildaleikjum það sem líka gerir íslenska boltan sexy á sumrinu og svona þetta er sumardeild og það er það er fínt að vera í sumarfrí og slaka á og vera með 3 leiki í bestu deildinni. Ég elska bara íslenska deildi byrjar. Það minnst ég ekkert skemmtilega. Koma heim, horfa að setja þetta. Það sem líka fjölmiðlar hafa gert hérna helviti vel hérna heima er að við tölum alltaf bestu deildina þetta sé bara mest stærsta deild í Evrópu sko. Hún fær svo frábæra umfjöllun og er synt ótrúlega vel að það má aldrei breyta því. Sko, Nafli, hvar er þú sterkastur í bettinu? Er það í körfunni? Það er karvan og stundum í handboltanum það er karvan og handboltinn það er svolítið mín bett ég finnst gaman að tippa þau veist karvan að vera trikki ég er með mína sérfræðinga í körfunni sem ég getur áfann ég veit ekki sérstaklega í ár hefur þetta verið ég held að söpveit bónusdeildin er svona heitir í ár ég held að hún sé svona með þeim erfiðari deildum þetta er gaman líka að það kemur úrslitakeppninu og svona þú veist fyrir áramót er þetta mjög erfitt en Nafli Tindastóll, hvernig verða þeir á þessu sísoni? Já, þeir eru svona búin að vera alveg upp og ofan sáum að tapa síðasta leik fyrir Lokaðir þessu, heldur þessi að vera loka þessu? Íslandsmeistaratitilnum? Nei, þeir verða ekki Íslandsmeistarar Þetta var blöður fólur skell núna Já, bara ég sé sko þetta er Stjarnan eða Keflavík sem verður Íslandsmeistari mögulega Valur ef þeir einhvern veginn haltrein í úrslitkefninu og fá gott pathar en jafnvel, við erum að horfa á það að jafnvel sko Valur og Tindastóll getur mæst í fyrstumförið þá getur blöður út Gústi, getur þú spilað aðeins fyrir okkur in-game? Getur þú eitthvað Ég elska að góð in-play bet Kíkjum á leikina í Premier League Sko, Southampton eru betri en Vestam Ég vil setja Newcastle setja alltaf 1 mark í viðbót förum í Newcastle Villa Það er 100% bætum í einu Newcastle mark í viðbót það eru ekkert mega stöðull og 1.45, allt í góðu Það er bara frábært. Já, förum í fleiri leiki. Newcastle er mörk hérna, ég er alltaf þessa veislu sko. Sörins, þeir geta 1 marki viðbót við Newcastle. Við köllum þetta free cash. Já, bætum við. Við erum ekki veist þetta next goal scorer Sörins sko. Hálfur fíkil sko. Sörins farið fram úr sér. Bætum við Tottenham marki í Forest leiki líka. Þeir skora nú yfirleitt Tottenham menn. Bæðileg skora 1.70 flott. Bæðileg skora. Og finnum eitthvað 1 með þessu viðbót til að hafa gaman. Já, ég held að Chelsea skori alltaf 1 viðbót. Bætum einu Chelsea marki. Ég heldur það 100%. Gilsarinn er það er hans lína að Chelsea sé bara ekki bara næsta lið. Þetta er skemmtilegur. Chelsea marki yfir. Já. Ég segi bara takk fyrir mig, Gusti. Thank you. Verður það góð.
Rennir með þessi í gang. Tottenham mark, Newcastle mark og Chelsea mark. Þetta góð seðl. Það skemmtlur. Síðan erum við bara að bíða eftir Pereira gulaspjaldinu. Já, þú þarft það. Já, ég þarf það. Eina sem er Pereira, hann á það til að kippa honum stundum út. Já, það er það sem ég smekast við. Þannig að það taka spjaldið á sig og svo kemur skiptingin. Líka nú er að koma þetta í 60. Og Fulham er undir. En ef Fulham þarf mörk. Það fer að henda múlum. Pereira er nú í þið við kólan. Var hann ekki segar í fyrra heldur hann er búin að vera í ár? Jú. Mér finnst hann alltaf vera að gera eitthvað í fyrra. Er hann ekki búin að vera róleri í ár? Jú, en bara eins og þetta er sko. Já. Það eru fleiri á X-inum að sjá, hættur að horfa á live-leiki, bara classics. Já, þessir horfa 99 leikin fræga. Já, hann er bara Því ég er heima bumbunni, þegar Doxon er í gangi og ég er ekki að svara e-mailum og eitthvað. Í stað fyrir að hafa leikin á Doxon. Þetta er það besta, ég vil ekki að hrósa hjöpuð mikið, en þetta er líka skemmtilegt að séð. Doxon Watch Party at Nina. Já, wow. Unplayable. A-State sjálfur. Kongurinn sjálfur. Já, mætir lagsin í að þinn. Heyrðu shit, allir í pottinum. Heyrðu. Þetta er alveg. Við lótum að that's a winner. Já. Hvað luxus villu þetta liði? Já, þetta eru einhverju peningar hann. Þetta er ekki svo potturinn á fróarunum hann fyrir 20 árum. Þetta er rosalegt. COD og Doxon. Einhverju halda að þetta sé þoskur. Ég er alltaf gaman að gamers fylgjast með fútból. Einu sinni voru bara gamers, voru ekki mikið að horfa á fútból. En þetta er svona FIFA gamer, þannig að hann ég veit hverður, þetta er FIFA gamer, þannig að hann er fótbolta unandi. Þessi hér með allt á hreinu. Eitt síðan, byrju, er það með síðan light? Já. Hver er með síðan light? Þessi. Hvaða meistar er þetta? Bara fálkórn og þennan kom? Já. Menn erum að endilega sendi okkur myndir að hvernig þið eru að horfa á Doxzone, sérstakar kveðjur til á Nínu staðinn. Nína. Já, frumlegt. Hún er ekki á mér. Ég fór inn á... Þetta var geðveikur brandari. Ég fór á Nínu daginn. Já. Shit. Það var umöðulegt. Ég fór á Nínu daginn. Það er ekki rosalega. Good shit club. Byrju mig, Maggi Matt. Byrju. Já, Sveinn er alltaf, þetta er vinnu minn, stóru alltaf í stað, heyrðu, inn í skóna. Sér. Í standi. Hann er alltaf hugulur. Er hann ekki, hann er í sokkunum líka. Og hann er í, ég ætla að segja líka, hann er í brókunum líka. Hann er í dokkbrókinni. Hann er í dokkbrókinni. Rosaleg gleru. Það er Svenni ekki þurr. Það er ekki að lonsa líka dokk sólgleru. Ég var með, Ég var alveg til, ég myndi pína mig alveg í 2-3 drykki með Magga og Svenna held ég á tenni ef ég... Já, það er ekki leitt. Nei, ég... Dokk sólgleru, það er rosalega. Getur græða það með styrk. Get ég fengið stokk sólgleru með styrk. Gústi, því ég náði ekki komið í ammaliðitt út að ég var þá í aðgerð. Ég ætlaði að gefa gjöf. Takk hérna. Og þú farið hérna. Takk, inn í skóna. Það mikið. Takk hérna. Þessir eru rosalega. Þessir eru veldig góður. Þessir eru enda óttalus og það er það sem þú ert. Alltaf fearless. Fearless er Marcus Rashford er ekki í hópi í dag. Nei, hann er ekki í hópi. Þá hlýtur þetta að vera bara búið spil. Já. Og spurningin hvort hann fari svo að vera linkonum við Tyrkland, getur hann ekki fengið neitt betra en það kallinn? Er þetta bara komið þangað? Já. Hann er ekki orðið 37 ára. Ég held að Southampton sé að fara að skora og það er að fara að gera mikið aðeins. Komið mark ég held ég sé að fara að sjá núna gól. Ég skítrættu við þetta því að þá er ég game over. Það vandræði í eftirstu línu á Chelsea. Hvað gerist? Hann er að horfa, byrju hvað er að gerast? Byrju, Newcastle komið. Byrju, voru við ekki að setja það í hálfleik félaginu? Já. Hvað var að gerast? Sko, Newcastle komið 2-0. Já, við ætlum að skoða markið hjá Newcastle. Það byrjar allt hér frá vinstri bakverði. Lewis Hall horfir upp og sendir hann Anthony Gordon. Við vitum að hann er á boltanum og þá gerist eitthvað. Hann switchar playinu yfir diagonal bolti, yfir til á hægri vængin. Það er Kieran Trippier. Trippier finnur Tonali. Tonali horfir upp, finnur Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes aftur á Trippier. Trippier með hann á hægri, yfir á Bruno Guimaraes aftur sem á þessa fallegu sendingu inn. Nú... Newcastle menn fjölmenna á tegin. Bruno Guimaraes horfir upp. Þræðir hann 2-0. Þetta er ekki flókið. Þetta var helviti Ísak Söres er að fá þetta í blackout sko. Það er alveg gýr í sófanum sko. Þetta er alveg boxing. Við viljum fá að vita hvað er að gerast í Það er King Daði Laxi mættur.
Gott að fá hann í sófann. Það var í Southampton Vestam. Hvað var mark? Það var að skoða rautt spjald. Púla mig komið dauðafæri á mér. Það Sansi sem búin að verja Nafli, slakað á. Ég þarf mark frá Púla mig. Ég fekk það í hjarta áfallan. Hvað var að gera þetta? Þetta var bara mest í deddari sem ég séð þarna. Það var má hver að fá redd. Það er búið að opna leikinn aftur þannig að það virðist ekkert hafa gerst með að stjóra sig opna þær aftur. Þannig að líklega ekki, það er ekki að fá redd þarna. Redd á Southampton var frábært sko. Það var tekið redd tilbaka af Sér þetta hérna? Ok. Sjá mér það Ok, það er veistla. Adama Traoré að fara illa með Chelsea mennam Vetsar 1-4 Anthony Robinson Fyrsta touch vel varisamt Já, lókar á hann. Sjá hann Er ekki eitthvað sæðilega sér lúka? Þeir eru að drulla hvernig þeir Ég hefði þurft Mér sést allt fyrir að þetta. Ég hefði þurft markaðna frá Fulham. Sko, það er mikið spurningum alltaf á blöran myndi blöran fórta Hawk 2 í kvöld fyrir United sigur Já hann er það mikil United maður hann er svona harðast í United gómur landsins hann myndi alltaf taka það frá meður Hawk 2 Ég er hérna yfir 1,5 markjum Núkastúl, maður sá það fyrir Tottenham X sem þarf ég þetta djöðsins mark frá Fulham Það er eitthvað skemmtilegt að spjall sem ég séð sko. Arnór spyr hvort það sé eitthvað þungt í mig nei, málega er þegar ég er að lesa þá virka ég reyður, þá er ég svona að reyna að sjá á skjáin ég get alveg verið kátur ég er skjáður að glaður má ég sjá, hvernig er seðlinni á Eyði það er nú seðlinn sem við mestan áhuga á sko, Vestham Wolves er 100% off Já, samla því og svo náttúrulega er bara Vestham með allt lóðrið Já, það mun dett inn mark þar Þannig að Johnson var að hæja sér Blöðurinn er 2-3 Men who loves to come hann er komið með form og þannig Þurfum við ekki að setja smá virðingu á blöðseðlinni Já Það er líka lægstu stuðullin en hann þarf Bournemouth Come er núna stað núna með ekkert rétt það er svo það er þannig að þetta er ekki daukt en þó Það er eitthvað að gerast í Newcastle 3-0 Sörens Já Sörens og félagar eru komnir í 3-0 Leiðilegir það fyrir þér svo standar ekki upp á fagnir svo trúðu 3-0 Segðu það að nenni ekki svo öskur hann í sófanum Hvar fóru hérna sófakameran? Já, við höfum átt að hendinu við tökum hann upp næst Sófun aldrei verið svona Sofacam Reynda var Jón Guðbrands í sófanum daginn Shit, Jón Guðbrands Já, Jón Guðbrandsson Kóngurinn En við sjáum þetta hérna Alexander Isak horfið til hægri sendir hann á er ekki Murphy Þetta er svo mikil kóngur sér gaur Þetta er rángstað Þetta er rángstað Markmann var komin út Þetta er rángstað Flaggið á loft Nei, sjáu ekki, hann var komin fram Markmann var komin fram fyrir Takk annað síntur á blöð Býtu, Dokk er hérna vantar bara hann er bara að loka þessu ég er nú eiginlega bara búin að loka þessu Það vantar bara mark frá Nico Já, Nicholas Jackson Þetta er fyrsti seðli Ég vissi að Cole Palmer myndi skora Ákveð að ég setja Nicholas Þú varst búin, já Akkur setti ég both teams to score Bournemouth Palace Idiot 4 rángstað já Þú ert harður á Chelsea mínus 1,5 Þú ert með bara í öllu sölum Ég hef ekki áhyggjur af því Ég hef áhyggjur af hinu drastlinu Maður sjá Þetta lúkar Snorri Sturluson fasteignarsali er á sæðinu Daniel Olsson það er lags Mækarinn Mikki á hvað kallum við hann er Mikki hann er Epic Mikki í dag Já, tapna maður, fyrst og fremst Sko, þetta bett hana sem ég er í vesinni með hana er Nottingham Forest Tottenham Sörens í það mörk núna í kvelli þar 3 á 24 mínútum Vestham er að hæja sér ég gæti verið í vesinni þarna en ég er mestar áhyggjur þarna af Forest ógeð en við erum á lífi það var að koma business hugmynd að selja sæti í sófan Já þannig að menn geti þú getur selt 100k sæti auðvitað Já þetta er eitthvað fáránlega góð pæling en þá þurftu líka að gefa sófanum meira vægi já, engin spurning nú það eru fullt af spurningum hér já, það er dælast inn spurningar og munið að læka vídeóið, það skiptir máli, það er komið 223 læk sko leiðu og byðu fólk að gera það já, læka þess að núna ef við segjum núna, hörru, við ætlum að negla sem er 300 læk neða græja það yfirleitt bara græja liða
Neglur okkur með 300 í kvelli, takk. Já. Ef að koma 300 like og við fáum Sofa Cam. Sofa Cam. Lænum upp Sofa Camin í kvelli. Sofa Cam coming up. Newcastle að setja hann í slána. Sko, akkur fór maður ekki á, sko, Söris var það kokki mynda leik, okkur tók maður ekki í mínus 1,5. Er ekki in-play bet, annar mark hjá, hérna... Það er döðafæri, góða punktur. Mör á tánum. Breyta $1 í 307, þannig að Sofa Cam, núna. Við fórum í 300 á nanosekund. Setju upp the cam. Það er verið að vinna í Sofa Cam. Já, fór á 5 sekundur. Sko, nú breytum, sko, Chelsea skori annað. Nei, skori alltaf annað. Newcastle skori annað. New. En ætlum við erum ekkert að vera að treysta. Var Vestam að skora? Vestam að skora? Vestam að skora. Er það ekki? Já, ég var í allt hérna, sko. Mér sýnist það. Já, 0-1. Vestam að skora. Bitti. Þá handlaði eitthvað. Herra, það komið 338 like. Vestam er að skora. Vestam að skora. Pétur, það er alltaf að fara að detta í dag. Hann er dagur. Þetta mínus 1,5 hjá Chelsea, það er að fara að fokka þér uppi. Setið ég hann að hakað í West Ham líka í kvelli. Egil, þetta mínus 1,5 Chelsea, það er það sem er að fara að fokka þér upp. Nei, það sem að fokka mér upp er 4 mörk í Forest Tottenham. Og það einhver trúðu sagði mig, Tottenham er alltaf mörk. Já, þeir eru búin að skora nokkla 0 mörk í sem helst leik. Þannig að hins ég trúi hann Rekin sem er ráðgjafi sá trúðu sko. Þeir skora alltaf. Hver var setan fyrir, hver setti Vestamarkið? Var það komið á hreint? Jarrod Bowen. Þú mátt alveg haka í Chelsea með 1,5 líka. Það er einu dott. Þetta er alveg þetta neðsta þarna. Egil, takk. og Fulham er að bátt. Svona lukkar þetta. Fulham er með Chelsea uppi kalan, Egil. Það er sko, Chelsea sér ekki til sóla núna, sérðu? Nafli. Það er bara ekki, já. Það er líklega núna að koma annar marka Fulham með Chelsea. Það er búið að suspenda Southampton West Ham aftur. Já, hefur að taka markið af. Þetta var samt opið helviti lengi, sko. Sko, nú þarf ég BB King og mína menni Tottenham í gang. Já, það skor ekki þessu leik. Það var gott spjall í BB King um daginn. Það gaman á BB King í spjall. Spjall? Já, Doc fekk BB King um daginn. Alltaf ég segja BB King mættir í spjall og tekið það 0-1. Já. Gaman á hann. Hann er að taka ykkurar 30 í hús og quiz núna þessi jól. Þannig að hann á fyrir salt í gautin. Svo það er... Nei, veitu hvað var ógeðið komið í gang hérna á Southampton-leiknum? Aha. Það er eitthvað var ógeð í gangi. Svo það er. Nei, það var búið að opna. En sko, Nottingham Forest Tottenham, því líka drull. Hvor fóru ekki bara Nottingham sigur? Sjá markið hérna. Aftur svo spendið. Þeir eru að skoða þetta hérna. Þetta er ennþá í... Hvað er að þessu marki? Já, áttam ekki er hann... Það er tá hann að það ekki. Hann er bara onside, það er ekki þessu marki. Bara markað ekki. Þetta er bara markað ekki. Jú, þetta er bara klárt. Klárt. Það er... West Ham er komið, þetta er ekki sangjant, því að Southampton er búin að vera öflugir, en lífið er ekki sangjant, sko. Nei, það er ekki spurt því. Við þurfum mark frá Tottenham. En hérna bildirinn okkar, sko, einu sem drull að það er nafli. Nei, það er þú. Nei, það er Egil. Chelsea er ekki að fara að skora hana mark. Bara þau miður, ég er búin að vera að horfa hana leik. Getum við kíkt aftur á Dogzone á X-inu eftir smá stund þar sem að menn eru að deila því hvernig þeir horfa á þetta allt saman? Það var reyndar Egil, það er aukaspyrna hjá Chelsea. Já, það er 100% bara í vinkilin. Já, mækarinn er ekki að taka þetta. Herru, það er aftur að koma business hugmynd af hverju ekki hægt að donata kass á streamið. Hægt að Við reyndum þetta eins og þegar þú varst úti. Og líka við ætlum að safna fyrir bakakerinni. Það er bara ég og Jón Kári sem lögum inn. Og líka þegar þú gerir það, þegar þú donatar segjum bara $5 eða eitthvað, þá sérðu spurninguna frekar. Þannig að þú kveikt á því. Það mistar þetta. Ragnar Gaukur, þeir eru í sánu. Þetta er svaka. Eru þeir í Finnlandi? Hvað er þessi gæja að drekka? Það getur súmaður og gæja sem heldur á þessum fallega bjóra það. Hvað er það? Hann er að drekka læt. Já, þetta er læt. Þeir lóta þeir. Ég myndi drepa fyrir þessari gufu núna. Elska gufu. Þetta er Tomás. King Leo Reynis, hann er í Tælandi. Nei, Leo Reynis með félaga Þetta er okkar besti maður og Tomás og mixed. Já, þetta er hann. Þeir eru saman.
Þetta skemmtilegt endilega ljúft, segir Addi. En það að vakta Gramni? Kannski einhverju meistarar að setja ykkur á The Gram, sko. Veitu, Addi, hann með Antoni í prófæli eða þetta Garnaccio? Segir með þessi Antoni. Þetta er alveg kongur. Spinnirinn. Þetta er alveg kongur. Þetta er alveg set up hérna, Dogson og Píla. Hver af ykkur fjórum líklu eftir að fá Hug 2 eða kvöld? Ég myndi þetta kassi mitt á nafnum það. Já, ég er saman. Ég fekk að rölda götur miðbæðins með nafnum einn og ég myndi ekki betta á móti því allavega. Nei, það er lægst í stuðlan á því. Alvöru Hug 2. Álur við sem með Hug 2 að gæla. Ég var biggest fans, ég skama hann allavega. En ég minna hún var að borga reikningarna svo allir aðeir, sko. Hún sá leika á borðið þarna. En hún að fara milli Lárs og Slá eða hvernig stendur þetta? Ég held ekki, sko, því að hún alltaf bara það er eitthvað svona hress gæja á sambandum, blessu við ekki og launcha coin. Jú. Seðli minn ónýttur Jackson að fara út af. Já. Tvö blankir hjá Jackson. Sko, Tottenham ruslið. Við þurfum að drulli yfir eitthvað með það. Það er BB King og þetta, Hjamma ruslið líka. Hvað fleiri Tottenham menn á þessu landi? Flugvillin. Vernar Þórðarsson. Flugvillin. Þú ekki að ringi þessar menn og gefa það lestur það? Getur við fengið Hjamma á FaceTime með? Fá Hjamma á línu. Kannski á vellinu með það? Erðu Ég þarf 3 mörk á Tottenham á korteri. Bettbildurinn er farin. Nei, okkur er bettbildir farin. Pereira er farin út af minn maður. Nafli. Þú má eðlaður bettbildir. Ég búin að vera þegar þeim fjölskyld og vinnufundi skammar hérna í dag. Egil, Chelsea er ekki að vera að vinna með... Jú, ég lofa þér, ég vinna 2-0. Ég var aðtöku að Hjálmar svari nú. Nei, bitu. Hringdi Hjama. Er hann á vellinu með það? Nei. Það náði þetta kannar cash, sko. Hann getur verið á vellinum. Get ég sett annað bett á að Chelsea fólum endi svona? Kom ekki annað mark, eða bara... Hann eldar aldrei svo nafnum, það er rugglaður. Hvað er stuðullóði? Það er kannski ekkert hár stuðullóði. Það eru bettbildirinn og óundur. Já. Það er bara svo það. Ég ætla ekki að taka ábyrgð á því strax. Ekki fyrir... Þú gerði þetta best. Korrekt skor. Hvað er stuðullóði? Ég setja á þetta. Er hægt að sleppa að setja gul spjöld í bettbildina? Það er mögulegið það. Erum aðeins í... Hefur hvort að Hjammi svari? Sjálfmar? Svarar alltaf. Hvað er að gerast þarna hjá Tottenham? Verðið rólegir, strákar. 15 mínútur eftir. Verðið rólegir. Fótboltaleikur er víst 90 mínútur, Hjálmar, er það ekki? Fótboltaleikur er 90 mínútur. Já, Ég er búin að biðja eitt jólakraftaverk og spil sjá hvað gerir. Hjami, hvernig er þetta að spilast þarna á Nottingham? Þetta er bara eins ekta Boxing Day leikur í Sund í Nottingham og gæti verið, sko. Já. Er það fólk færi? Það er rosalega döft yfir þessu. Það er ekki færi? Nei, það er rosalega döft yfir þessu. Ég þarf 3 mörk á korteri, hvernig líkurnar á því? Mjög lítla. Já, og þú ert að freka jákvæðu gæði, sko, þannig þetta er búið. Já, ég baði jólakraftaverk og það er 1 mark. Jason, Grimsby, Hjálmar, ég veit að þú ert pjúristi, þú heldur með Grimsby svolítið, Jason Daði að skora. Já, vel yes, hann er rosalega miklu metum hjá stuðningsmönnum Grimsby. Já, alveg, þetta var fyrsta markið hans. Nei. Er það ekki? Já, í deildin held ég, eða ekki? Já, kannski... Deildin, það getur verið, sko, eigin fellkvapp eða eitthvað, já. Hjami, hvað er þetta að taka leiki núna? Hvað er þetta? Það er Amerikabar með blöðarunum og... Ég er með leikinn, átt að vera í jólabóði, en svo held ég að hefði glimt opnunum, þannig þú ert að keyra aftur allarlega og völlunum tilbaka til alltaf og þið hefur slögt opnun. Var þetta í bílum með leikinn þar? Ég er með leikinn í bílum bara að flugta, ég er að flugta. Þetta er fyrir mitt. Þú ert frábær fyllibetta hjá mig, múið það. Já, hann er... En þú ert þurr þennan Boxing Day. Er langt sér þú tókst Boxing Day á bara, hvað heitir þarna staður, gullöldinni? Já, ég hef ekki verið, þannig að ég skildi, þetta er besta tíðanbyrðið ég skildi, 2009 til 13, 12 og það var svona 3 ár síðan, það var 1,5 árið, en 1 árið sem ég var ekki með böttin og það var raunin vel í það á Þorlák og Boxing Day. Og er ekki gaman að vera á öldinni á Boxing Day, sjá alla leikina? Það var ekki geðvögt, það var bara, það er engu líkt.
Ég skal trúa því að þessi gjössalega engu líkt Hjálmar, við ætlum bara að hvort það var eitthvað að gerast í svona leik með þessi líti í gangi vonandi samt jafnið þetta vinnið. Gott að heyri ykkur. Peace out, brothers. Peace out. Já, það held ég. Sko, hann er búin að segja að það kom ekki 3 mörk í leik. Nei, hann er búin að vísa því til föðurhúsina. Sem þýðir að hver með Skalli á markið á Fulham. Fulham er ekki tætt. Hver með Nottingham Forest win? Það var eitthvað með það á þessum seðlum. Hvað snillíku var með það? Come shit eða? Það væri svona helst hann. Helviti Doctor var með það. En Nicholas hvernig staðan á þeim mestara Nicholas Jackson? Það er farið. Þetta er algjört kjaftaði. Akkur settu það? Ég var að hugsa Cole Palmer, svo vildi ég vera með sama gæjan í bettbildinum og seðlinum. Akkur ekki? Bara fáránlegt, ég er að samla því. Naflinn staðan á honum. Já, ég er ágætur. Það fyrir Gilsarasti hjartáfall á hann er með 0,5 mörk á Fulham. Ok, nú er ég búin að á því. Ég geði þér annað hjartáfall að Fulham skorar í. En samt var ég eiginlega að henda líka bett á að þessi leikur endi bara 1-0. Því þessi yfir þetta mínus 1,5 á Chelsea það er handónýtt og þetta var dæmt til að mistakast bara frá byrjun. En hvernig getur við samið bara ég veit ekki, 3-1 í þeim leik? Var það ekki frábært eða? Jú, ég getum settlaða þannig. En nafnið, þú varst alone for Christmas þessi ár. Já. Með kærustulaus. Nei, ég var kærustulaus þessi ár. Hvernig er aðfangadagur þegar maður á ekki kærustu eða konu? Það er bara bolti fyrir hátti. Við erum fótbolta, síðan fór ég í salalögina. Tók salalögina og síðan er svona lítið þarna frá svona 1-6 þá gerir ég mjög lítið. Síðan fer ég messu kl. 6 í Lindakirkju. Þakka bara svona fyrir Jesú Krist fyrir árið. Og það er fallegt. Varstu aðfangadag kl. 6? Já, sjálfsög í Lindakirkju. Ég fór klukkan 4. Krakki mér var að syngja það sko en er opið klukkan 6? Já, það er hörku messa í Lindakirkju klukkan 6. Það er bara tróðið. Maður þarf eiginlega að mæta síðastalega hálftíma fyrr til að fá bara sæti. Varstu með a couple of beers? Nei, við kennum Já, með messuvín Já, með messuvín sjálfsög. Maður sjá, getur við séð Sofa Cam með það? Já, þetta er Sofa Cam. Ok, reynum að toppa hennar sofa. Já, það er nefnilega margir sem ég held við vorum að ljúga þessu. Þessari meldingu í sofa. Engu logi hér. Ein klikkur spurning, að setja eitthvað huggulegt á hann að rauða vegg kannski? eins og eitthvað 2-3 málverk eða ég vil hafa þetta svona mynda Old Trafford. Það er enda einn falleg Þetta er álfur sem við eigum hérna. Heldur betur. Gústi, var þessi aðfangandagur skoður í þér, var það bara rólegt? Það var geggjaður. Gilsi tóku æfingu á aðfangandagur. Ég er ekki rétt, ég lappin í sportsið alveg saman hvernig er þér og svalinnar á gluggalösu skrifstofunni, þá er Gústi from the future annarkvæmt að rífa játnin eða á brettinu. Hann er orðin a machine. Það var góður, svo tókum maður nokkra sopranstætti og Kili og Kókom í heimsókn og voru hjá okkur á aðfanganda og gistu. Gísið, þú er aldrei verið alone for Christmas. Þú er náttúrulega ástsjúkur, þannig að þú ert alltaf komin með, þú ert svona maður en þú hætti með konunni á öðrum degi jóla og komin nýja á Þorláksmessu, þú skilur mig. Þú segir, hvenær var ég single í jólun? Þú er alltaf verið að kaupa jólagjafir að verið dömur. Hegi? Jú. Ég mann ekki eftir því að verið ég man ekki heldur eftir því. Þannig að þetta fara. Pappa hans er 60. Það er ágætis. Það er huge. Það er að fá eitt læbjór ára að ferða. Þetta stendur. Rönnir og stendur að það sko. Gamli 60. Mér var 70 dag. Bauð myndi tenni. Það var rosalega. Já. Það er nú til. Fríferði tenni. Ég tek þig og býðu myndi tenni höfði. I will come. Það kónar ekki þetta helvitis veðabrifjöður. Takk meistari. En Ben Dorm, hvað er hann sem fór síðast í Ben Dorm? Það er svona svolítið minnstæður. Nei, það er bara ekki langt síðan, mestalagi ár. Já. Ég elska Beni, mér ekki hata það að fólk að drulluðu Beni Dorm. Beni Dorm er í mikilli sókn. Já, ég meina... Beni Dorm er í mikilli sókn. Sko, fólk talar Beni eins og þessi eitthvað piece of shit place, það er bara geggjaða stað. Hvítströnd, ressar. Varir, ekkert vesen. Já, eftir ekki heila hann bólguna, þá bauði það með til Beni Dorm. Það var frá... Fúlamur! Nei! Var hann ekki ráðstöðar? Jó, þetta var líkt að þessu. Naflin er að renni. Fúlam er að jafna. Sem þýðir ég þarf 2. Það er spurning með varherbergið, það var líkt af þessu. Þarna hrundi niður líka, leið og fór fram í honum. Grass er að kalla bullshit. Ég geti kallað 2 varmoment í þessu marki. Það fyrsta byrjar hér. Gústi, verð ekki með þetta?
Nei, sjáu þetta. Nei. En málið er... Nei, þetta er aldrei ráðstæða. Sjáðu Enzo. Fulham er búin að jafna. Jesus Christ. Naflin er þetta sokk í mig. Já. Ég tek hana sokknafli og ég kann vera mjög öll, ég elska þig. Já, sko, ég var bara búin að segja þetta. Það er ekki mér ekki það. Næs. Fulham Það eru Söres komið in-play bet sem er 100%. Erðu, nú þurfum við... Nú þurfum við að sjá hvað var gerir. Já, var gerir ekki neitt. Það er bara mark. Þetta er ekki það sem marki. Stöngin inn. Það er ekki það sem marki. 1-1. Sko, við þurfum Tottenham mark. Future. Það er einhver Willock trúð í þessu Newcastle-liði. Hann er það slagur, hann er vantilega ekki búið, sko. Ég vill þessu leik líka. Er ég þetta? Hvað sem veitu? Mörk leikmanna. Þessi. 21. Þetta var ekki 19 fyrir 5 sekundur síðan, sögur þessu. Þetta er ekki líklega. Þetta er stemningsbett hérna. Eitthvað trúður sem heitir Willock sem engi veit hver er. Að hann skorist þess að dognastu hvað er mikið eftir á þessu leik? 10 mínútum. Söres, vilt að fólk taði peningum með það? Ok, allavega Willock. Ég seti þetta hérna. Er komið blanko? Er Newcastle að banka? Chatti okkar bestu mönnum í Epic hérna, right over here. Inn á skjáðu með þetta er Sör Special. Ég ætla ekki að vera leiðilegur en ég sé ekki 2 mörk í viðbót í kortunum með Chelsea. Þú ert búin að fylgja með Chelsea-leiknum. Já. Er ekki Fulham búið að vera að banka? Jú, ég er búin að vera að segja þetta núna einhver 25 mínútur. Fulham er hérna búin að vera bara spila bara á vallarefningi Chelsea. Newcastle 3-0. Ef þetta er Joe Willock þá fær Sör. Newcastle 3-0. Willock er kominn. Ef hann rennir inn þá fær Sörens þá færðu lightbjór, Söres. Þetta hlýtur að vera Willock, ekki? Ekki? Nei, þetta var hann skaut í hann. Joe Linton. Fær Willock marki? Nei, Bruno Guimaraes. Willock á ekki því marki. Söres, skeist. Bruno. From Sporting like Cristiano. Veitu, hvernig er Chelsea að drulla á heimavöldu á móti Fulham? Þetta er bara, ég held að Liverpool sé búin að vinna til. Já, það er ekki löngu síðan, sko. Já, reyndar en samt þarna bara, þetta er ennið en þarna sænar Chelsea út. Þeir sænast út. Þeir voru, það er nú ekki miklu að trú að þeir fari í einhverja titilbaráttu upp úr engur, sko. En mér líst vel á það sem hlutina sem þeir eru að gera. Future, hvað var stöðutan á Liverpool með deildina pre-season? Siska. Ég er ekki beðið þetta nákvæmt. City var alltaf favorite. Já, Arsenal voru close second. Og Liverpool 3. Já, Liverpool 3. Sá enginn það fyrir? Nei, enginn. Þannig en ekkert eitthvað Leicester-dæmi, sko. En þeir voru ekki... Hvað, kannski 6-7 eða eitthvað þar? City og Arsenal voru bara bæði í kringum 2. Bara svona nánast coinflip þannig. Og Liverpool 3. Eitthvað þar. Þannig að er eitthvað kongur úti sem sett á Liverpool að vinna deildina? Pottet, Liverpool stundismenn aldrei vannmeta þá í geðvíkinu, sko. Það er pottet einhverjir, sko, en það verður gaman að þeir sem sett á það fyrir mótmyndu sína okkur eitthvað beltlipunum sínum. Beidu, Nafli, er seðlið þinn að detta þá núna? Getur þið fengið seðlið á naflanum á sviðið? Kíkjum á þetta, þú eldir hann eða ekki? Auðvitað, Nafli, ef þú setur seðil, ég eld hann. Já, Egill. Sko, áramótið þín, ég er svolítið að reyna að gera þau skemmtileg. Við naflin hana. Við þurfum mark frá Tottenham, Egill. 1 mark frá helvítis hjamma sem er núna að horfa leikinn í bíln. Já. Veitu, hvað er að gera sem þetta Tottenham rusl? 4, já. Ok. En sko, ekki Tottenham. Markið með hendinni hann að búið að taka markið af Newcastle, það er ennþá 2-0. Já. Þannig Tottenham voru í 11. sæti fyrir hennar leik og hvert fara þær? Það er ekki auðmingir. It's only Tottenham. En ég menna við segjum að BB King og Hjami græði 1 mark þar, þá er Hjami búin að loka seðli. Nei, fyrir ekki Hjami, Naflin. King Nafli. Já. En það er nú eftir því, manni finnst einhvern veginn stöðlinni komin í 67 og Tottenham vinnileikin. 67? Já. Tottenham að vinna XG-barðan. Alltaf að fara á 67 eða? Nei, fyrir ekki að bara pizza 67. Þú ekki ennþá að vinna þar? Ég var að vinna reykja allar. Það var rosalegt.
góð stöður. Alltaf mennska boltan. Lett stemning að það. Pizza Mambo var mest að þú sprengir grólsi, kemur svo reykur upp. Já, grólsi. Svo Kitty Páls að baka, þegar hann var ekki inn á salirna og bakið þar að segja. Það var hann að baka. Þá var hann að baka, sko. En voru þú og Kitty Páls ekki saman Pizza Mambo? Jú, ég var Pizza Mambo, ég hef með flosa þar, ég vann þar mjög lengi. Það var milstastaður, sérstaklega flosi þetta í pizza, stór pizza með 2 óstundum og kók á 290 krónur sko og hann var svo hissa akkur að tróðfyllst allt þarna. En hann var svo auðmjúkur á flosi, hann keyrðist pítsunar heim til manns þegar maður pantaði, hann var ekki bara yfirmaður og eigandi, heldur keyrði hann besti yfirmaður sem ég haft. Sko, eitthvað rosalegst, það var eitthvað tíðan MK-ball, þá var ekkert eftirparti til að fara í, þá bara Mambo opnaður og menn bara stökkið á Pizza Mambo. Herru, hvað var gert? Það sjá svo opnir settur í gang og menn hendu í eina pökku. Hann kom eins og með pizza til mín svo sört bara á gömlum Ferrari eitthvað, hann sagði ekki hvaða pizzasendl sem keyrir á Ferrari sko. Flosi Ásmundsson með grunar hann hafi svindlað á Gilsanum á þessu tíma sko. Ég vil ekki ganga það. Ég skrifaði á með einu hennar pizzu það sé að vann ég samt örgulega svona 600 tíma í mánuði líklega en síðan fekk ég launaseðilin 3 og 9. Ég sagði Flosi, nú er bara að vinna allar sólarhringin í mánuð, akkur ég fór 3 og 9 og þú var bara að skrifa það mikið á þig. Þannig að ég hef aldrei farið með þetta eitthvað lengra í rauninni og ég kann mjög vel við hann. Og svo svolítið opnaði núna. Ein og ein pizza skrifuð Flosi virkast ekki gæðin sem eitthvað fíkt í bókaldinu sko. Hann virtur ljósmyndar í dag sko. Það er bara svo það Ég er búin að skipta. Það er hotspinni á Tottenham. Sko ég segi málega sko til að vinna upp tapið í dag þá setjum við A-leiguna á United. Ég meina A-leiguna, húsið, bílinn. Akkur ekki, það eru annar jólum. Það er hotspinna hjá Tottenham. Tottenham með hotspinnu. Djöfull er þetta Nottingham Forest, djöfull er þeir búin að vera harka af sig. Nafli út kongurinn að Tottenham skóra sko. Æ, þetta voru hummul hotspinnu. Sett á Chelsea-leikin aftur. Líka að halda Tottenham í 0, það er ekkert öllið sem gera það. Nei. Þessi leikur. Sjáum eitt langan. Sjá. Jú. Hvað þetta haft hann fulltime? Getum við ekki bara hendi í bildir á United? Ég hata haft hann fulltime. Það er Sörensbett. Það er eitthvað góða spurningar. Farðu bara United vinnin á fokkin leik. Er ekki líklegt að... Mínus 1,5 er frekar en halvt hann fulltime. Hjálpi, hvað segirum? Sko málega er að við þurfum að hissa upp með okkur. Við vinnum alltaf Wolves, bara 100%. Bara settu á þetta. Bensin. Kampaði setja bensin. En getum við ekki hendi í bildir á United-leikin? Jú, 100%. Ekki bara gera það? Það getur við gert það. Sleppa gulusfjöldunum. Ég skal halda mig frá gulusfjöldunum. Þetta er örugasta bet sem ég séð. Við hendum í bildir á United-leikin. Line-ups eru komin. Jadon Sancho með ömurlegt slútt hérna á móti Fulham. Það er aumingi. Já, það er einn aumingi. Sko, ok, nú ætlum við að smiða bildir á United-leikin. Ég veit að margir núna í sófanum sem er búin að tapa cash. Þannig að þurfum að rífa þetta í gang. Já, ég fíla að Jóró sé í byrjunleginu og skipperinn. Minn skipper, Harry Maguire. Herru, sjáu í Vóbíinn. Hann er að kúka sig upp kantinn hann. Jú, þetta var velgjört. Ég með hann í fantasy, ég þurft yfir upp í markaðna. Hver skoraði í svona, er það ekki... Højlundin. Ekki bara Højlund skorar alltaf mörg? Højlund skorar alltaf mörg. Var það ekki samið á... Højlund skorar alltaf mörg. Var samið niður á Amerikan bar, þetta lag. Var ekki leikurinn frægi? Jú, þannig að þið verðið að setja hann í dag. Já, Højlund. Já, ég samla því. Mér stendur hérna bildir, Højlund já. Já, förum í bildir, ég ætla að elda henni bildir. Hérna, ok, Højlund skorar alltaf mörg. Við hljótum að fá svo stuðul 5 og hann skorið því leikir. Já, Mats Rái, yellow card. Hvað segir það? En að fara bara í eitthvað örugt. Ugarte er svona mesta save pickið í gulurspjöldum hjá United, en Mats Rái tekur 1 og 1. Sko, United to win er bara mjög auðvelt. Það er 1.92 hérna, við tökum það ekki. Þannig að byrjum bara United to win. Svo ætlaði að fara á Højlund eða ekki. Hvað eru komnir í þá? Sörens, 1 grænan. Það eru komnir í guldspjald þarna. Jesus Christ. Þetta er Hjörvar, en þetta er Gústi, þetta er ekki ég. Ég er með Ugarte. Gústi er með Ugarte. Ég var samt að spá í Kobi Mæn. Sko, ég er að setja eistun á línu á hana. Strókið út United win, setja United minus 1,5. Já. Sterum að svona stuðlu. Já, ég fíla það. Já. Þá fæ ég eitthvað betur. 14. Eiginlega 15. Þetta er klart. Þetta nú.
Þetta verður ekki miklu örugar en þetta. Og svo United með 1,5. Højlund skorar alltaf. Þetta 100%. Og svo, ok. Ég með bæta við þarna Bruno Fernandes over one shot on target. Já, hann hitt á markið, já. Söres á öllu milla við hérna, þú veit það sko. Og þetta enga vini hérna inni sko. Þetta var góð seðil. Hérna, við erum múin að pleysa hana ekki? Og ég ennþá að vinni því, og ég hægur. En ef við kíkjum þess á darts. Já, ég var að setja seðil á hérna morgundaginn. Já, þú veist, þessi máli með píluna. Já, það er þrett. Það var einn að láta vita sko að það er 3 og eitthvað á að Luke Littler komið 9 dartir. Já, bara í mótinu. Já. Og gefum okkur það að hann eigi, sko, hvað er þetta komið í 32 liða núna? Já. Það er 13 sítaðir dottir út. Hefur einhverju heillæg? Hefur einhver átsæðir? Já, Callum Ritz? Já, hann minnir alltaf á sig af og til á þessum mótum, sko. En málið það sem er náttúrulega aðalmálið við píluna hvað er mikið af stóru köllunum sem eru fættin að gefa eftir. Já, þessi Gary Anderson sérstaklega eftir árið sem hann... Aldrei verið margir sítaðir dotnir út, svona snemma. Já. Og hérna, en Littler og Humphries eru náttúrulega bara eins og veðbankur með langt líklega til að vinna þetta og ég held að ég sé ekki hvernig því fleiri sem settin verða því fyrst meiri líkur og fyrst meira... Hver er uppáhaldspílarinn? Í dag? Já. Ég í dag, þú veist, þetta er... Ég hélt með Gary Anderson í þessu en ég rokkar rosalega með píluspillar það er bara eftir hverju mómenti og hverju árinu Ég og einn núna, ég hef náttúrulega alltaf verið cheesy maður en Rapid Ricky Evans þú kallaði þetta svolítið Rapid Ricky Evans en hann fór svo í taugandan á mér í fyrsta leikni sem hann spilaði þarna hann var vælandi og grenjandi yfir einhverju upp á sviði þarna allan tíman, hann var fínn í síðasta leik en ég fekk alveg nóg að hann í fyrsta leiknum þegar hann var kvartandi og kveinandi allan leikin en það er fínn spilur Hvað? Newcastle kom niður í en Tottenham eða Joe Little ekki skoða Nei, ekki skoða Bruno Joe Lindum leikmaður sem var fenginn til Newcastle sem nændartir Littler tekur nændartir í þessu móti hann ógnaði tvisvar í síðasta leik og átti bara eitt gott sett alvöru sett þetta er gott bett þannig að ég hef heyrt margt verra en það En þessi leikur er Ricky Evans sem hérna daginn. Geðveikur. Það var rosalur. Fulham 2-1. Fulham 2-1. Sjáum þetta hérna. Naflinn er að setja risa sokk. Herru, hvað er allt galopið? Raúl Jiménez býður á fjær, sultur slagur, touch og finish. Boom. Shit. Okay, og fer úr bólum. Nafli, ef þú ferðu sóknum og munni í borðan. Erum með Bernes? Þú varst eiginlega að pakka mig saman. En ég elskaði að gera það samt. Já. En Egill, við þurfum mark frá Tottenham. Þetta er vestur Lundun og slárin. Það eru aumingjart í miður. Þetta er vestur Lundun. En það er eitthvað, ég vil sjá hana þjálfari á Fulham. Hann er greinilega mjög góður þjálfari. Hann á að fara að taka við einhverju stærra lið. Ef að færa okkur yfir á Tottenham leiki núna? Sko, nei, sjáum að þetta sé staðfyrst allt saman. Ég sá ekkert að það. Raggi Sig spilaði með Fulham. Hann sagði við mig, ég spurði hvar býrðu? Það er rétt hjá vatninu þarna. Það var River Thames. Það veist ekki hvað vatninu það var. Það var bara rétt hjá þessu vatninu þarna. Tottenham leikurinn er bara búinn 1-0 staðfyrst. 1-0 staðfyrst. Það er búið í Tottenham. Bormóð Krista Palas búið. Það er skemmtilegu leikur. Getur við hendi eitt píluseðil árum við klárum þetta? Kosti, hvað trúður þetta var gult í United-leiknum? Ég pikka Ugarte en svo ertu báðir miðjumennir hjá Wolves eru líka alltaf mjög líklegir. Þarna Gómez og hinn hérna, má ég sjá? Hann er 14, ég kom með þetta. Sem ég er að horfa á hérna. Ég fyrir all in á þetta, hann er bettbildir. Eru við ekki sáttir með sko bara Görum Price 1-4-4? Ég er svo Görum Price og það er fellow styrra. Já. Tökum Bunting fyrir seðilinn. Já. Heta fyrir seðilinn. En hérna... Og svo fyrir við tökum smá sjensa líka, það má ekki allt vera eftir bókinni. En Humphrey, en sko, málið er Gurney er að fara að taka Johnny Clayton. Er Peter Wright, sjáu þið stuðurinn á honum? Já, og það er bara, Peter Wright er búin að eiga hræðilegt ár. Já, en hann með þekkinguna? Já, hann er með þekkinguna. Já, tökum Peter Wright, við erum ekki bara taka eftir bókinni. Hann er underdog. Og Ryan Searle vinnur Ryan Joyce. Við ekki að láta henni Humphreys leik bara vera? Nei, Searle er á morgun, við ekki að bíða með hann.
Nei, fyrirgeðu eftir 2 daga. Já, bara morgun. Tökum bara kartið á morgun, þannig að einhverju geta elt þetta. Höfum þetta bara svona. Þetta er stöð 14, eða ekki? Jú, meira. Hefur ekki sátt við það? Hérna, Ryan Joyce. En nema vilja bæta við leiknum sem eftir 2 daga, ég menn ef okkur döldur saman það alltaf sprólar stöðulega upp í svona 40. Þetta er bara það er gaman að horfa þetta á morgun. Þegar ég horfa á Ryan Joyce, þá minnir maður stundum á hérna Ella heitin í Ástónunum. Já. Manstu þetta rónum? Já. Málið er það, þegar ég horfa á Ryan Joyce, þá minnir maður á svo margar gæja að ég er ekki alveg viss þú skilur hvað ég menna. Sörens er ekki eitthvað annað? Jú, ég sendi þetta á Gústaf daginn að það er svo skjáni. En mér minnir mér stundu á Ella kallinn. Ryan Joyce, hann er með svo vinalegt andlit. Svakalega, og böndingin líka. Böndingin. Þeir áttu brandara á Skæjundaginn, ég veit ekki hvort þið heyrðu hann, þegar Ryan Joyce var að spila á hendi hérna Glenn Durant sem var að lýsa og hann hafði skellt sér til klippingu í Norður-Kóru. Fengið þess að einu. Já, við þurfum subscribers, munið að subscriba. Já, upp í 4K. Það er náum þessi 4.000. 4K. Málega flestir með hóra, þið gleym þessu bara. Subscribe. Og minnir á, ítið á subscribe. Hver er nýjasti? Dodds 96. Dodds 96. Haldið áfram að subscribe, það er mikilvægt. Ég sé að Dodds... Give me my subscription numbers. Give me my subscription numbers. En sko, þauðmallinu uppi komin í 359, við tökum því. Já. Þetta er búið í Vesturlundunum, Chelsea, töpuð og heimaður. Fulham, maður lifandi. Ég verð að vega það. I did not see that one coming. Nei. En Nafli, þú ert kóngurinn. Já, ég var búin að segja, ég reyndi að segja þetta ítrekað. Ég veit það, Nafli, ég tek þetta á mig. Naflanovic, staðfestu úrslit Bournemouth, Chelsea 1, Fulham 2, staðfestu úrslit Newcastle 3, Aston Villa 0, Nottingham Forest 1, Tottenham 0, Southampton 0, West Ham 1, það er bara latest. Við erum með, það sáleikur ennþá í gangi. Við kíkjum aðeins á Championship-deildina, þá unnu Blackburn og Sunderland gerðu 2-2, jafntefli, afsakið þetta. Frank Lampard pakkaði Wayne Rooney mínumanni saman 4-0, Coventry 4, Plymouth 0. Hugsigur, þú ert Wayne Rooney og Frank Lampard og þú ert þjálfa Coventry og Plymouth. Hefði maður séð þetta fyrir? Nei, hefði maður ekki gert það. Nú, stóru úrslitin eru þau að Burnley unnu Sheffield United. Ég held að þessi svona stærstu úrslit dagsins og Herru, Middlesbrough, Carrick og félagar, þeir voru 3-0 yfir eftir 20 mínútur. Það? Já. Miðvikudagsmennirnir. Er það ekki rétt hjá mér? Miðvikudagsmennirnir svöruðu fyrir sig. Já, 3-0 eftir hálftíma. Ég veit, svo er þarna tíðindi sem ég veit að gleðja Gilsana. Norwich með 2-1 sigur á Millwall. Það var gaman að fá Norwich að segja hvað gleðið mig. Ég var að senda á blöðpúp núna sem er mökkaður á Amerika bar. Ég sagði hvernig er hotnabettið. Þegar stærsta bettið í dag sem bara, þið settu bara allt undir. Það var 11 hotn. Það komið 3. Þetta gleðið mig helvítið mikið. Ég verði ekki það. Þetta er lífgar upp á daginu mér. Já, bara svo það er. Það er gott að ég er að tapa eitthvað annar að tapa líka sko. Já, tekur menn með í svaðið. Það er engin séðil. Eins og þetta leit vel út á hann. Það er helvít stóðurum. Það er sko. Nú, já, ég held að þetta sé, ertu með leikinn hjá West Ham? Já. Það síðasti leikurinn sem er... Það er einn leikurinn sem er eftir. Hann er þá lifandi. Já, og það er alltaf að vera búið þar. Það eru 7 mínútur og 6 mínútur í uppbót þar. Já, það er... Sko, Gústi, hversu stórt bett er þetta United með 7,5? Og það ég veit að þetta er stórt, hversu stórt? Það fer bara eftir hversu miklu ertu búin að tapa, hversu miklu heldur miklu. Því meira setjum undir. Hérna... Thank you. Gilsari, það er bara að vinna. Gilsari, það er... Ha? Já, ég er að vinna í því. Gilsari, það er að vinna hjá þér í fyrramálið. Hvernig gengur að samna það út með útvarpið, þú með fitnessið, þú ert að æfa sjálfur, þú ert með fjölskyldur, þú ert með allar þessar vinnur og kynlífið, þú veist, hvernig saminar þetta? Þetta virkar ágætlega saman, því að ég mæti sporthúsið 5:50 og það rétti ég kunnana og föstudöfum fer ég og í FNÍ Humblö, svona upp á hádegi, þetta vinnur ágætlega saman, hérna útvarpið og gimmið. Kynlífið, það er yfirleitt svona bara annarkvæmt kringum hádeginu eða þarna eftir 21:30 á kvöldin. Já, en þú voru að sopnaður fyrir 10. Já, sko, þú vaknar 5:20, 5:30, þá verður að fara að snemma í beddan. Já. Þannig að þetta smettur allt saman. Það er erfitt að samina þetta allt saman.
Í rauninni þetta bara að rúla frekar vel. Þetta að rúla allt saman mjög vel. Maður sjá. Hvað átti ég að senda? Þú vilja ána með svona góðmenn eins og hann hérna. Ég eftir að segja, ég veit ekki hvað stórt bett þetta er. Hróðvar. Þetta er geðveikt nafn. Hróðvar, frábært nafn. Hróðvar. Já, Hróðvar. Já. Djöfull gaman að hafa ykkur í gangi með leikjunum. Stöðlar hafa breyst. Já, takk fyrir það, Hróðvar minn. Já. Mál er að ég þarf að hrósa líka hérna the crowd í chatinu. Já. Út af því að þetta er fyndið fólk sko. Já, það er oft lestu krát og þetta er dreifleðið hlið eða allir að það bara einhverjir hérna getur uppistand hjá Jóla Hólm sko. Já, við erum komið 3820 subscribers. Subscribe. Já, þetta er að vaksa. 4K og naflinn fyrir nærbúksnar. Já, alltaf. 4K, upp með þetta 4K. 4K subs. Og sjálfsögðu innegna á Getið sett á my ex. 4K subscribers. Já. Og naflinn fyrir á Doc. Ertu í Versace nafnið? Ég er í Dr. Football X Versace. Það er starra en Versace. Er það open in the back? Er það raskatu opið? Nei, það er partíið svolítið in the front þannig. Það er ekki in the back. Bara svo það er. Já. Hörru, þetta er að, sko, 3,82 hérna, subs. Já, ég var til að fá naflan á, hörru, það spurning til þín, Gústi from the Future. Hvað skora Sala mörg í kvöld? Ekki hvort hann skori, hversu mörg? Menn eru náttúrulega rugglaðir. Hann skorar 2 í kvöld. Það er þannig? Já. King Baldin Borgarsson var að spurði þessu, þannig að þá hefur hann það. Sala yfir 1,5 mörg. Já, 2 stykki. 2 stykki, það er bara basic. Það eru menn að hvetja nafnaldið að kveikja í OnlyFans account. Já, maður hefur náttúrulega ekkert upp úr þessu. Hvernig er það með þetta OnlyFans stótt? Eru þeir að borga skatt af þessum tekjum sem eru að detta þarna inn? Það er bara spáir því setna. Já. Gerir niður þig og feikir á. Soundon Close. Var það driblingin? Já. En hérna, sko, ég ætla að horfa fram á þessu líð. Ég ætla ekki að horfa í baksins-speilin. Nei, það myndi við aldrei gera. Nú er næsti leikur bara United. Þannig að við ætlum að hugsa í lausnum. Þetta er alltaf sigur hjá United. Endar þess að Gústi from the Future, þetta er X. Já, það má ekki alltaf bara fara eftir bókinu, sko. Nei. Þetta er nýjasta bettið hana. Þetta er það sem er að fara að gerast. En sko, Manchester United mörg yfir 1,5. Það er tæpur, eða 1,86 í stuðul þar. Já. Hvað fyrstu mörgum út í borunum og þeim að? Já, ég var ekki eiginlega að tala um að var ekki að spura KO, þetta var Gústi from the Future hvað hendi KO hana. Núna erum við á útivelli. Við okkur líður vel á útivelli. Það endast í skorið. Spurning hvort það verður 2 eða fleiri. Það er stóra spurning. Hvor er búin að skora meiri í desember? Naflinn eða Alexander Isak? Það er bara eitthvað svona jafnslagur. Það er bara þetta. Það held ég. Við erum komin á síðustu mínútuna í leik Southampton og West Ham. Við förum að fljótlega segja þetta gott. Við erum auðvitað allir að horfa á United og Wolves sem er leikur umferðarnar í þetta skiptið. Hvað er komið að 4K Sko málið er það er erfið að fá liðið til þess að subscribe. Við erum svona kortið frá 4K hann upp á nærbúksunar hjá naflanum sko. Já. En þú veist, ef við náðum ekki núna þá er það bara næsta. Já, það er bara mætir maður næst. Ég gefst aldrei upp sko. Nei. Það er ekki þekktu fyrir það. Nei, maður sjá. Ég veit þekktu fyrir að kasta inn hangklæðinu. Nei. Ég elska að það væri meistar að plugga. Ég held að gott að menn nota chatið að plugga. Einn meistar að segja allir á miðbar Selfoss og horfa á leikina. Nei, það er okkar maður, David Luther. Já, kongurinn. Ég elska að það er plugga. Og þegar þú notaði chatið, plugga þess. Já, David Luther er mér maður líka. Lutherinn 4K subscribers. Naflinn fyrir á Doc Rókin. Það er kommentar sem maður getur ekki lesið upp í það er að skróla fram hjá nokkur svo það er sko þannig að Baldi Borgars okkar besti maður sko, hann dæli spurningum á Future. Þannig að Grassi, þú þarf bara að fara að svara. Hvað vill hann? Ef þú myndir að velja milli manna í bjór og pílu Blísgufan eða Sigga Segul? Sigga Segul alltaf, Blísið er hættur að drekka. Hörðu að svara, reyti Sigga. Þetta var mjög auðvöld. Það fækstu það, Baldin? Silja Rán, er hún að Silja, Liverpool gómur nr. 1 á Íslandi, er hún að horfa? Ég veit ekki, hver er það? Þetta er bara fyndnasti hvermaður landsins. Já, ég þekki hana. Silja
og hún greinilega að horfa og ég held bara hvert hún að mæta og eftir það, hingað, já. Nei, hún vann dokkbrákina. Ég bara ekki með hana. Já. Bara svo það Nú, Við heyrðist að koma í lið á chatinu, það er líka Boxing Day og fyrsti leikurinn byrjaði 12. Fúlam að spila í Evrópa næsta tímili, já, það er mjög líklegt, það er náttúrulega bara 10 ár síðan að Fúlam voru einmitt í úrslitaleik Evrópadeildar, þannig að, eða 2010 var það. Það datt ekki eitt seðill en það kemur Doxon eftir þetta. Já, og það er búið, Vestham unnu. 1-0. Vestham unnu. Ég las það, sko. Við Egill vorum búin að sjá hann Vestham sigur, sko, fyrir löngu síðan. Ég sá ekki alveg fyrir með Chelsea myndi tap á heimavelli, sá það ekki við, Nei. En það var helvitis Tottenham, Hjammi og félagar, þeir fokka okkur upp. Já, sko, Hjammi... Getur ekki skorað? Sko, hversu lélir er máli, sko, við United menn, við sjúum. Silja, já. Hversu lélir er Tottenham, sko. Já, Hjammi sér vantalega það jákvæða í leiknum. En menn vilja að Silja fái Mats Warren brók af nafnum. Það var a great honor. Já. Það var a great fucking honor. Já, hún er ekki til sölu. En Silja... Davíð Lúther segir það er happy hour á miðbar. Já. Það er happy hour. Davíð Lúther er með allt á hreinu. Búið. Happy hour, því það ef ég fer á barinn hjá þeim kóng, panta mér 1 beer, fæ ég 2. Shit. Það er rosalt. Það er rísastórt, sko. Ágrín, sko. Stefán Eggertsson, konan, fór beint að subscribe þegar hún heyrði naflin og nærbúsnar. Ég gerir bara ráð fyrir að sjá okkar Stefán. Enda talan er að fara upp. 3,84k. Já, þetta er á leiðin upp og... Hvernig þegar það verður náum 10k, er það ekki mökk í bóði Doug? Já, bara í bóði Epic. Ég tími ekki. Það er bara þannig. Það er bara flest í meður. Það eru öll úrslit komin inn. Geggjuð vakt. Já, og góð vakt. Strákar, takk hérna fyrir. Takk fyrir mig. Heiður að vera í setinu. Já, og bestu kveðjur, Gilsarinn, takk hérna. Það er að dettin subscribers alveg á miljóni, sá alveg bara fóru alltaf flegi ferð þarna allt í einu. Ég hef aldrei komið Doxon og leiðist. Nei. Það er alltaf hérna. Já, alla lögða. Núna búið að sæna Gilsarinn alla lögða. Óuppsegjanlegur samlingur. Ég er laus og lögðu. Ég er bara mætt. Nú, takk fyrir daginn. Tímmennir mennir að rósa Bullis. Það gleymist að þeir voru mættir 8 í fyrramáli. Og mér langar líka að rósa liðurinn í chatinu. Ég er búin að vakta chati hérna í allan dag. Það er mjög mikið að finna liðið þarna. Það er rós og það sem eru heima með grín smá comedy. Það er eitt sem er að segja frá því hann sé á leiðinni frá Kópavogi á Borgarfjörð Eystra. Hvort á ég að fara suður fyrir eða norður fyrir. Það er saman til Kela. Keli kann allt svona. Keli er ógeðslega góður í svona koma réttu búllismenn ásins segir Hannes Hjartarson. Ég er ekki bara eila samanlæði, sko. Getum við ekki kosið einhvern staðar í vikunni? Getum við að velja mann ásins? Drullu fokking segir. Það eru segir. Ef ég segi mig ég sé að selja derhúr og mér langar að ráða búllis ég að plugga því, er það hægt eða? Nei. Er það hægt? Það er ekki hægt. Áttu það bara? Já. Ok, það er góðir, sko. Heldur betur, við þakkum fyrir. Takk fyrir okkur. Thank you.